Já, komið sæl, sunnudagur sýnir Egils og svona daginn eftir kjördag og mörg okkar vöktu lengi, alla sérstaklega sem vildi fá tölur úr Reykjavík. En hér á eftir koma til okkar 3 starfsmenn stjórnmálaflokka. Það er Þórður Snær Júlíusson sem er framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, Tómas Þór Þórðarson, starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og Svanborg Símasdóttir sem er framkvæmdastjóri Viðreisnar. En hingað til okkar núna er komið Gísli Marteinn Baldursson, sjónvarpsmaður. Já. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, hvað ráðgjafi? Blaðamaður bara. Blaðamaður, já, halvón best. Og Árni Helgason, nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Verið velkomin. Takk. Gísli Marteinn, þú nú verið í borgarpólitíkinni. Hvernig áttur von á einhverju í líkingu við þetta? Sigur Sjálfstæðisflokksins er aðeins stærri heldur en að ég hélt. Já. Og sérstaklega ljósið þess að Miðflokkurinn er líka að sigra. Ég held kannski að svona sameiginlega þaki fyrir þessa 2 flokka væri aðeins lægra heldur en þetta sýnir. Ég var búin að segja ef að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 9 þá myndi Miðflokkurinn ekki fá 3. Þannig að það að þessir 2 flokkar nái meirihluta saman kom mér á óvart. Já. En öðru leyti, ég meina þá er þetta stórt tap fyrir Framsókn og Pírata fyrst og fremst. Allir aðrir flokkar geta svona verið sæmilega sáttir við sinn hlut. Samfylkingin heldur sínum 5 þingmönnum. Borgarfulltrúum þrátt fyrir erfiða kosningabaráttu þar sem að margt var þeim svona dálítið mótdrægt og erfitt kjörtímabil bara sem var svona rugl kjörtímabil eins og ég var einu svona hluti af 2006 til 10. Þannig að það að halda sínum 5 borgarfulltrúum er svona ásættanlegt vantanlega fyrir þau. Kannski getur Viðreisn verið smá fúl að ná bara 2, ég held að þau hefði nú alltaf sér að gera meira. Já, ég held að líka. Já. Þannig að ég meina þetta er svona, það var alveg, þetta er ekkit eitthvað, kjálkin er ekkit eitthvað alveg í gólfinu af undrun en þetta er meiri sigur, þetta er meiri svona hægri íhaldssveifla heldur en að ég hélt að yfir. Það er að mynda betur fyrstu viðbröðu, Þóra Kristín. Já, ég tek undir með Gísla Marteini. Ég var hissa á því hvað þetta var rosalega hörð hægri beygja. Ég átti von á því ég hafði trú á því að þetta yrði svona, það yrði aðeins tvísýtna meirihluta. Ég hélt ekki til dæmis að það yrði mögulegt að þessir 2 flokkar, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur innu saman. Að þeir myndu fá þennan meirihluta. Ég hélt þessu Gísli að það væri komið yfir ákveðið svona fasta fylgi, það væri að hlaupa þarna milli en ekki að það myndi aukast á lokametrunum eins og gerðist. En mér finnst öfugt við Gísla, þá finnst mér nú kannski stóri taparinn í þessu, allavega í borginni, vera Samfylkingin. Mér finnst mjög illa komið fyrir Samfylkingunni vegna þess að ég held að Samfylkingin hafði í rauninni mjög gott bú og rak svona strategist mjög skrýtna kosningabaráttu að vera alltaf á undanhaldi undan sínum eigin verkum. Ég held að sé margt sem að Samfylkingin getur verið stolt af og það er ekki hægt að koma undan svona langri valdatíð og segja ég ber ekki ábyrgð á þessu og þessu munum við breyta. Fólk verður að vera glatt og ánægt með eigin verk, annað er ekki trúverðugt. Samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér og það er mjög leiðilegt. Það Pétur hafði ekki staðið sér nú vel. Ég er ekki að tala bara Pétur, ég er að tala bara Samfylkinguna. Samfylkingin stóð ekki með sjálfur sér. Það er margt sem að Samfylkingin hefði geta verið stolt af og það var strategist rangt lagt upp. Pétur er náttúrulega bara nýr og er náttúrulega ekki að gera þetta einn. Það hefði þurft að leggja baráttuna upp á annan veg og þau koma fram sem stolt af eigin verkum. Samfylkingin getur verið stolt af mörgu í borginni á undanförnum árum. Það er margt sem að það er ákveðin valdaþreyta, það er ákveðin svona valdaroki, það eru ákveðin hlutir sem að hefði þurft að fríska upp á, en það er margt sem hún getur verið stolt af og síðasta árið til dæmis að þessar konur sem að tóku við í búi, þær hafa unnið til dæmis lyft grettistaki í þarna húsnæðismálum
borgarinnar, það tókst að bjarga leikskólunum í var, ég meina það stemdi nú í algjörst óefni þar. Akkur getur Samfylkingin ekki verið stolt af þessu? Akkur þarf hún að koma fram einhvern veginn flóttaleg? Ég skildi ekki þessa strategi. Nei. Og ég held að Samfylkingin hefði geta gert betra mót ef hún hefði staðið betur með sjálfur sér. Já. Hvað var þar sko aðra í vinstrinu, mér fannst vinstrið ekki vera ná svona þarna, mér fannst þau heldur ekki vera einhvern veginn nógu stolt af eigin verkum, mér fannst þau ekki vera að koma sem sterk liðsheld fram. Mér fannst þarna leiðilegt hvernig fór fyrir Pírötum, mér fannst að mörguleyti óverðskuldað því að þarna, mér fannst þau hafa unnið í rauninni mjög málefnalega kosningabaráttu. Silja Sóley var náttúrulega stjarna kosningabaráttunnar, hún var mjög ung og fersk og svona interessant og kemst inn og mér fannst það mjög gott að hún skildi komast inn og ég hef trú á henni og mér fannst hún koma sem svona fest afl og það hefði mátt vera meira af því. Árni, varstu í gamla sjálfstæðishúsinu í gærkvöld og nótt? Nei, ég hélt mér út á Nesi, þar sem að ég bý og hafði nú kannski, eins og nefndi, ég var nú nýr þingmaður og fyrir Kragan, þannig að maður hafði kannski svolítið augun á því líka. Og þar niðurstaðan mjög sterk fyrir mitt fólk. Það ef ég byrja á Nesinu, ég meina við náum að vinna sigur þar, höldum meirihlutanum. Svolítið áberandi þar að Samfylking og Viðreisn buðu saman fram þar, ná töluvert lakari árangur núna sameiginlega heldur en samanlagt síðast. Stórsigur í Garðabæ, 8 af 11 fulltrúum þar. Mosó var flottur árangur þar, Hilmar og hans fólk, mikil endurnýjun þar, fara að taka 5 fulltrúa og voru aldrei nálægt þeim 7. Hafnarfjörðin menn á svona halda sínu þar og meirihlutinn heldur og það bara síðan stórsigur í Kópavogi sem að var auðvitað líka dálítið pólitískt tíðindi eftir að sérstaklega eftir svona upplegg Samfylkingarinnar þar sem að forsætisráðherra var notaður sem svona einhvers konar svona allsherjar frambjóðandi í mörgum sveitafélögum og hélt framboðsfundi en ekki í stað oddvita og svo framvegis þannig að þetta er mjög sterk svona niðurstaða heilt yfir þar. Og svo þetta er Reykjavík eins og kannski hefur komið fram hér, það er sterk bylgja með svona bæði sjálfstæðisflokknum og miðflokkurum á þetta mjög vel við una. Ég held að sé nú saman svona hvernig á það er litið þó að Samfylkingafólk geti kannski haldið til haga sko að það voru 5 fulltrúar síðast og 5 núna. Þá held ég ekki hægt að horfa á þetta neitt öðru sem að þetta sé svona ansi mikil vonbrigði fyrir Samfylkinguna og ég sá nú oddvitinn talaði þannig sjálfur. Þeir geta að tala sem Árnasigur, þeir eru búin að vera afgerandi í borgarstjórn í nokkuð kjörtímabil. Jú, þetta er náttúrulega svona, ég veit ekki, manni fannst nú svona takturinn í Reykjavík og kannski einhver liti bara svolítið sleginn af flokkunum sjálfum, þar sem að Samfylkingin, auðvitað svona forystuinn í Samfylkingunni gaf það dálítið út að borgarstjóri flokksins þar, hann var ekki í náðinni og tapar stórt í prófkjöri. Viðreisn sem er búið að vera í meirihluta 7 af síðustu 8 árum. Reykur kosningabaráttu með slagorðinu snúum Reykjavík á hvolf. Þannig að flokkandi sem hafa staðið að meirihlutanum voru mjög á móti honum og það er alveg, eins og þú segir, alveg góður punktur hjá Þóru að það er á einhvern veginn, það var enginn til í að tala neinn árangur sem er svolítið athyglisvert. Og svolítið skrítið vegna þess að það er vissulega árangur. Og þarna, en ég held að Samfylkingin hafi í rauninni gert mistök með því að vera með leiðtogaprófkjör í janúar, svona þarna, eða febrúar eða hvenær það var, svona, með svona þarna stuttu fyrir kosningar og þetta verður svo harkalegt prófkjör af því að það er verið að gera upp í rauninni þarna stefnuna á undan og ég held að það hefði þurft að fara á stað með þessar breytingar fyrr. Og Pétur hefði til dæmis þurft nánari kynningar við það, hann hefði þurft meiri undirbúningstíma. Ég held að þetta var einhvern veginn allt svolítið desperat. En þú þurft að fara í þátt til Gíslavartinni, komur ekki til þín? Nei, kom ekki til mín. En ég það er einn maður. Hvað segirðu? Það er líklega einn maður fyrir Samfylkinguna. En sko, ég er aðeins, ég meina það er svona aðeins tilfinningin svolítið, ok, Samfylkingunni gekk ekki nógu vel, en sko á höfuðborgarsvæðinu þá er það bara í Hafnarfirði sem Samfylkingin er að tapa bæjarfulltrúum. Er það ekki rétt hjá mér? Ég meina hún er að halda sínu í Reykjavík, hún er að bæta við sem manni í Kópavogi, bara að því að má ekki bara tala svo út einhver vitleysu og það er alveg, þú veist, þetta snýst borgarfulltrúa, ef þú heldur þínu borgarfulltrúa þá ertu ekki að tapa.
og ég meina síðast var Samfylkingin með 5 borgarfulltrúa og gerði úr því það að vera í meirihluta allt þetta kjörtímabil. Þannig að auðvitað bara snýst þetta það, en ég meina það blasir hins vegar við að sigur Sjálfstæðisflokksins núna og það að hann hefur marga möguleika til þess að vinna með einhverjum öðrum, gerir það auðvitað verkum að Samfylkingin verður í minnihluta nema bara eitthvað stórfurðulegt gerist og Hildur getur valið 2 meirihluta sem annars vegar Miðflokkurinn, þar sem hún svona myndi örugglega geta uppfyllt sín kosningaloforð aðeins betur, heldur hún ef hún velur hinn möguleikann sem að Viðreisn og Framsókn, sem að hafa sagst til dæmis ætla að standa vörð samgöngusáttmálann og ég ekki alveg sammála því sem að Árni og Þóra segja hérna, Þóra Kristín, að Samfylkingin hafi ekki staðið með því sem hún hefur gert. Ég meina stóra baráttan var til dæmis borgarlínuna, þar sem að Samfylkingin var mjög í skotlínunni með að verja þá framkvæmd sem að einhverjir flokkar ákváðu bara að vera skyndilega á móti þrátt fyrir að sé nýbúið að fara yfir þetta og Bjarni Ben skrifa undir og allir bæjarfulltrúarnir á þarna í kring, sama með þéttingu byggðar sem var líka svona svolítið stórt kosningamál. Þá var Samfylkingin stóðar við lappirnar í því að það væri rétt stefna sem væri búið að reka svona heilt yfir og mér finnst þetta svolítið áhugavert varðandi þéttingu byggðar. En heldur að þetta sé dauðadómur yfir borgarlínunni? Já, borgarlínunni. Nei. Það fyrir eftir því hvort að Miðflokkurinn eða hinn verða fyrir valinu. Já. Þetta náttúrulega stærsta umhverfismál í rauninni Hildur talaði gegn. Og alveg, Hildur talaði held ég þvert hug sér í tíma. Já, ég held að líka. Ég held ekki að það hafi verið samfærandi viðsnúningur. Ég minna hún var að reyna að stoppa þarna upp í ákveði gat þar sem að laka yfir til Miðflokksins og það sáu það allir að hún var að tala gegn betri vitund. Þannig að ég held að ef ég reyna að setja mig í hennar spor að þá vilji hún fara með þarna Viðreisn og Framsókn, en Framsókn aftur á móti búin að þarna tala svolítið gegn þarna þessu og vill breytingar og einhverjar breytingar verður Hildur að uppfylla, þannig að ég held að þetta verður engin þröskuldur ef að Einar kemst inn í meirihluta, það verður engin þröskuldur. Nei, það held ég sé alveg, hann hefur ekki að vera að tala eitthvað sem er líka ber svo mikil ábyrgð á þessum samgöngusáttmála. Bæði Einar sjálfur og Sigurður Ingi sem bara skrifa hann undir og eru aðalmennirnir á bak við þetta. Það er vera svona sjóða, eins og skert í svona kosningabaráttu, svona já eða nei, það fólk látið vera með einhver skilti og svona. Og ég held að þetta borgarlínuverkefni ekki endilega vera eitthvað já eða nei. Mér fannst bara þess að tótt sem Hildur sló var að mörguleiti bara skynsamlegur. Það hvort sem fólki líkar það betur að vera. Þá þetta svona orðið umdeilt verkefni, borgarlínan. Það búið að vera í umræðinni mjög lengi og þetta hefur verið kynnt fyrir fólki, borgarbúum, sem svona einhvers konar lausn. Þetta að koma. Fólk finnur þetta ekki á sínu eigin skinni ennþá. Það ennþá sama staðan á umferðaræðunum, fólk jafnfast í umferðinni, framkvæmdirnar ganga hægt, helstu fréttirnar eru hækkaðar kostnaðaráætlanir. Mér finnst bara í sjálfum sér skynsemi og ég held að fólk stuðnings með borgarlínu ættu líka að fagna því að verkefni sé aðeins tekið, sett bara á skurðarborðið og aðeins skoðað. Og við sitjum fyrst með. En akkurat þetta var gert fyrir 2 árum. Þið sjálfstæðismenn gerðu þetta fyrir 2 árum. Akkurat tekið, skoðað, fjöldi sérfræðinga sem fór yfir þetta og svo mæta allir, Bjarni Ben og Ásdís í Kópa og skrifa undir. Breytir því ekki að verkefni ennþá á þessum sama stað. Það umdeilt. Það er í fyrsta lagi ekki á sama stað, vegna þess að það er bara fullt búið að gerast í það. En í öðru lagi, þá ógeðslega fyndið, að því að í byrjunni borgarlínu með fljúgandi start, svo byrja sjálfstæðismenn að tala það niður þegar þeir sáu að Miðflokkurinn var að gera það og tala það niður, þannig að vinsældina fara smám saman niður og svo núna mæta þeir og segja, þetta bara rosalega umdeilt, þannig að við þurfum að stoppa við. Ég meina, það búið það blasir við að gera það. En hugsið ykkur, hvað þetta kostar fólk á höfuðborgarsvæðinu að vera alltaf að taka þetta upp aftur og ég tala nú ekki að fara að breyta þessu á lokametrunum. Þetta bara eina fast í umferð seinni partinn. Þú veist að borgarlínan til þess að losa. Já, þú veist að borgarlínan var lausn sem að þitt fólk settist niður og ákvað að þetta væri besta lausnin til þess að leysa það. Já. En þú vilt það er ekki að kasta henni í sjóin. Jú, þú vilt eitthvað að fara og skera þetta upp og skoða þetta. Það er búið að gera það aftur og aftur og niðurstaðan var að þetta væri besta lausnin. Ég vildi sjálfur miklu dýrari og betri lausn sem léttlest.
og ég held að hún hefði verið nákvæmlega jafn umdeild eins og þessi lausn sem var lægsti samnefnarinn. Að því að sjálfstæðismenn vildi ekki eyða of miklu í þetta, þá var tekin lægsti samnefnari sem þetta Bus Rapid Transit, eins og það heitir í útlöndum, hraðvagnakerfi. Það var niðurstaðan því að menn vildu ekki eyða meiri peningum í þetta. Þannig að það var ákveð, þetta þó allavega eitthvað sem við getum öll verið sammála En hlaupa út undan sér, aftur og aftur í þessu máli. Sjálfstæðisflokkurinn sem vill vera svona trausti aðilinn. Enginn að hlaupa út undan sér. Ég ekki sammála þessu, en hvað er kostnaðaráætlun borgarlínunar? 315 milljarðar. Já. Þetta er stærsta samgönguverkefni. Stærsta samgönguverkefni á höfuðborgarsvæðinu. Það er bara pólitískur raunveruleiki, þetta mál er umdeilt. Bara niðurstöður kosningar. En það er sjálfstæðismenn verið þarna. Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður, þetta hefur allt komið frá sjálfstæðisflokknum. Og eins og Gísli er að nefna bæjarstjórar í Kraganum og Reykjavík og það meir hlutin eru sjálfstæðismenn. Hvalfjarðargöngin voru líka umdeilt. Það er alveg rétt. Og koma til móts við þessa gagnrýnisraddir á allan mögulega. Já, það er þetta einleiðin að hlusta ekki og ætla bara að þetta verður bara áfram. En ég heyri að það eru 4 hérna að þeirri skoðu. Árni 2024 var þetta niðurstaðan sé býsna skýr í þessu. Það er bara þörf á þessu. Það má vel vera að borgarlínan sé bara verkefni sem að stjórnmáli ráð ekki við að koma á. Það er alveg til að En eigum við það bara öll að vera föst í umfjöldinni það getur bara verið þessi pólitískur raunveruleiki að það verður svo óvansjált fyrir sjálfstæðisflokkinn að styðja þetta sem að veldur því að miðflokkurinn er ykkur flugi og þar alveg kjósa þeir að gera það ekki þó þau viti að þetta sé eina lausnin til að leysa umferðarvandann. Það má vel vera. Já, ég veit ekki betur en í könnunum þá séu jafn margir hlynntir borgarlínu eins og á móti. eins og í öllum málum í dag. Má ég aðeins skjóta inn vegna þess að þegar það var verið að velja á lista hjá Sjálfstæðisflokknum að þá var frekar valið fólk sem var svona borgarlínu megin, svona frjálslyndis megin. Þetta er ekki svona Jóns Gunnarssonar armurinn í Sjálfstæðisflokknum. Hann fór og flúði og Brynjar kemur inn bara vitandi í hvað hann er að koma. Ég held að Brynjar eitthvað ákvæmt á móti borgarlínu, ég held ekki. Brynjar er bara mjög vinsæll af þeim armi sem hefur verið að flýja yfir í miðflokkinn. Hildur fær að bjóða fram lista sem er svona líkari henni heldur en Kjartan var eða Marta sem var þess valdandi að Sjálfstæðisflokkurinn var valla stjórntækur í borginni. Það er sá Sjálfstæðisflokkur sem að vinnur, sem er ekki að leggja áherslu á innflytjendamál eða gegn regnbogafánanum. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að vinna í Kópavogi og því þetta er bara svona lína viðskiptaráðs og SA sem er að vinna þar, Sami Mós og hann er ekki að bjóða fram svona harðlínu á móti miðflokknum nema kannski í því að meykslast á Suðurlandsbrautinu eða eitthvað. Það er menningarstríði að vera á Suðurlandsbraut. Þannig að það sem að Hildur stendur frammi fyrir núna er að fara í samstarfi miðflokkinn sem er allur þarna. Sem myndi bara toga Sjálfstæðisflokkinn í áttina að svona, ég veit ekki hvað þessi armur heitir, svona inn í Sjálfstæðisflokknum, allavega frá þessum armi sem að Gísli Marteinn tilheyrði einu sinni, eða að fara og vinna með viðreisn. Afturhald heitir þetta bara? Já, afturhald. Vinna með viðreisn. Það er hlutlaust matarvega. Ég held að það sé bara mjög þung ákvörðun hjá. Það er einfaldar að vera bara með eitt flokk í samstarfi. Það er yfirleitt valið alltaf. Bara það sem að eins fá og mögulegt er. En þessi ákvörðun sem Hildur og hennar félagar standa frammi fyrir núna er bara mjög veigamikil líka bara svona fyrir hvert Sjálfstæðisflokkurinn fer. En ef við aðeins greinum betur niðurstöðurnar í Reykjavík, held ég þetta sé líka partur af því að fólk hefur núna, það eru kosningarnar 22 voru svona, kosningarnar 2018, það er verið að halda fólki alltaf einhvern veginn, þú veist, borgarlínan, kjóstu borgarlínuna, kjóstu þetta góða, vandaða, vinstri sinna fólk sem mun sjá vel ykkur. Fólk sér bara einhvern veginn niðurstöðuna. Það er lítið að frétta. Og eitt mál sem var svolítið fróðlegt í þessum kosningum, bæði Reykjavík og víðar og sérstaklega kannski Kópavogi, voru leikskólamál. Og Samfylkingin reiddi hátt til höggs í því, óði Ásdísi í Kópavogi með leikskólamálin. Og það var Gerðu ekki bara Reykjavíkurmódelið sem var næstu eins? Jú, ekki ósvipað. En það sem er kannski mjög undurlega þessu, mjög bara áberandi þú veist, það er þessi málaflokkar sem að verið undir ákveðnu eignarhaldi þessara flokka og fólk er bara að finna það er því mjög lítið að gerast. Reykjavík, það er að tala þetta sé kvennagildra sem að vera að leggja til með heimgreiðslum en hvað er það síðan að vera með það í Reykjavík að hver er aldurinn 22 mánuður þegar börn komast inn á leikskóla? Hvað er það annað en kvennagildra?
Skilji, ég held- við erum að sjá það að þessi svona boltar sem vinstriflokkarnir hafa svona haldið á lofti og ítta fólki undanfarna ár, fólk var bara að fara að sjá svolítið í gegnum Já, þetta. má ég aðeins skjóta henni inn. Við vorum eitthvað að reyna að fjalla kosningarnar og ég var að fylgjast með umröðinni og mér fannst sko þessi mál voru notuð svona eða var þetta blammer eitthvað og svona. Ég sá enga alvöru umræður um samgöngumál eða skólamál eða leikskóla eða nokkuð skapaðan hlut. Ég held að þetta hafi verið, fyrst og fremst er þetta bara svona pendúll eins og svona að tala eins og í Suður-Ameríku eða eitthvað, að það var bara búið að vera til vinstri hérna í Reykjavík og svona. Það hefði enginn sagt að 2010 að samfylkingin yrði við völd í 16 ár, bara enginn, vegna þess að þetta gengur svona tilbaka og langstæðstu leyti erum við bara að horfa á sveiflu til hægri og það sem að ræður henni mest er ríkisstjórnin. Því að ríkisstjórnarflokkarnir, þeir kom allir frekar illa út úr þessu, allavega miðað við það sem rætluðu sér. Við rættum það held ég bara í október og nóvember að plani hjá þeim væri að byggja á vinsælum ríkisstjórnunum og styrkja stöðu sína í sem flestu sveitarstjórnum. Það verður bæði plan Samfylkingarinnar og Viðreisnar og við sögðum bara hver verður staðan í maí? Ríkisstjórnum verður ekkert vinsæl í maí, þannig að þetta er bara rangt plan. Og ég held að það hafi það sem að gat hindra þessa miklu hægri sveiflu voru flokkar sem að voru bara með hálfgjört mislukkað plan í kosningunum. Ég held að það hafi ráðið. Frekar heldur að þetta sé eitthvað svona meira að lesa, já, fólk vil svona leikskóla, ég myndi ekki treysta fyrir það. Ég held að mér finnst það að skipta máli samt líka, ég held að það sé tvennt, ég held að fólk hafi, þetta er svolítið jarðtenging. Þetta er svolítið verið að segja, sveitafélög hafa bara ákveðin hlutverk, sinna ákveðin þjónustu og skyldu, gerum það. Frekar en kannski að þau séu virkir þáttakendur í menningarstríðinu hérna í hverjum einasta málaflokki. Þá tekur ekki Miðflokkinn inn í stjórn. Nei, ég er nú bara að segja svona hvernig þessi sveitafélag hafa beitt sér, kannski sérstaklega Reykjavíkurborg. Hitt er síðan alveg rétt eins og þú ert að benda á, ég held að pólitíska staðan í landinu hafi haft áhrif og ég held að ríkisstjórnin sé að vakna upp við það sem að gerir stundum. Hún er náttúrulega búin að hafa mikið meðbyr, sérstaklega fyrsta árið. Kannanir hafa verið hagfelldar og það er oft svona bara takturinn í þessu, þetta sína kannanir sem eru til aftur í tímana. Stjórnarandstaðan á þingi afleitt. Já, hún er búin að eiga mjög fína spretti. Nei, það er bara kannanir sína það. Hvorki vaxa flokkarnir og þegar það er spurt út í það. Leið mér að klára pælinguna. Ég ætla bara að segja, sko, ríkisstjórnin hafa gjarnan haft svona dálítið flugbraut fyrsta árið, fyrstu 15-18 mánuðina. En ég held að ríkisstjórnin sé kannski að vakna upp í það að það traust eða þær tölur sem þau hafa séð í könnunum er ekki að fastar í hendi einhvern veginn og það er kannski lítið út fyrir að vera. Og fólk er að vakna upp í það að þessi stóryrtu og kannski mörguleiti óraunhæfu loforðum að ná tökum á efnahagsmálum er einhvern veginn vísfjarri. Þessi ESB-leiðangur er gríðarlega illa tímasettur, bara svona burtséð frá hvað okkur finnst mann yfir höfuð og svona mjög sérstakt útspill á þessum tímapunkt að fara einhvern veginn að henda þjóðinni þangað. Þetta hefur klárlega haft áhrif. En já, nú er spurningin sko hvernig þessi meirihhlutaviðræður og meirihlutamyndun mun vigta inn í landsmálin vegna þess að ef að til dæmis Sjálfstæðisflokkunum fer með Miðflokknum að þá erum við að sjá mjög harða beygju og sem að jafnvel hefur áhrif á borgarlínuna og allt það. En ef hann fer með Viðreisn og Framsókn þá erum við að sjá í rauninni meirihlutamyndun sem að gæti haft slæm áhrif á stjórnarsamstarfið. Og grafið undan trausti þar. En hefur þetta ekki oft gerst að flokkur sem er í ríkisstjórn, hann kannski eitt fer í meirihlutasamstarf? Jú, en það hljóp mjög illt í þetta þegar Björg lýsti því yfir að hún myndi ekki vilja að hennar fyrsti kostur væri að vinna til hægri. Og það hljóp svona frekar illt í Samfylkingunni eins og þau kannski sáuð á bara samfélagsmiðlum og svona. Þannig að Samfylkingin stendur líka frammi fyrir því og Viðreisn og Flokkur fólksins að fara í þessa skoðanakönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við ESB sem að verður mjög svona erfiðu pólitísku biti að kyngja ef þetta fellur í rauninni, ef að atkvæði falla þannig sem að allt bendir til núna að þetta verði fellt. Verður fellt? Já, ég meina þarna það er... Ég hef ekki séð þær kannanir. Nei, en bara þegar það er svona gríðarlega hægri sveifla og þegar hægri flokkarnir eiga þennan aðgang að fólki... Andstaðan við þessa atkvæðagreiðslu, hún er mest inn á þingi, hún mælist ekkert sérstaklega mikil í skoðanakönnunum. Það er ekkert að aukast neitt fylgi við ESB og svona, en ég myndi ekki með þetta þannig að veri almenn andstaða við skoðanakönnuna.
Nei, Þess ég vegna láta meta þessum inn á ekki þingi, þannig, ég verða bara- að drepa hana. Ég meta ekki þannig, Smári, ég bara meta þannig að það gæti verið miða við þessa þarna niðurstöðu í það að þetta yrði fellt. Þessi tillaga ríkisstjórnarinnar yrði fellt. Það er það sem ég er að segja. Já. Svo er einn faktor í þessu sem við erum ekki búin að ræða og það er að það eru líka bara ákveðni straumar í heiminum almennt eða svona Evrópu, Vesturlöndum sem að eru til dæmis þannig að umhverfismál eru bara allt í einu ekkert í tísku og enginn að tala um þau þráttur að það hafa aldrei verið meiri þörf á að tala um þau heldur en núna. Það er bakslag í ýmiss konar mannréttindamálum og það er ekkert bara á Íslandi, það er út um allt og það að þau mál, og maður finnur alveg á hægrinu hvað þau eru ánægð að þetta sé ekki í tísku af því að þau græða á því. Ef að fólk væri hér með mikinn loftslagskvíða þá er ólíklegra að það kjósi Miðflokkinn eða ef að fólk er raunverulega í stórri mannréttindabilgi eins og stundum hafa svona riðið yfir Vesturlönd þá er ólíklegra að það kjósi til hægri. Þannig að við erum hluti af þessari bylgju líka og það er að hjálpa Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum og Samt upp til Ari að sverja Snorra af sér. Já, þú veist, við erum ekki alveg búin að varpa mannréttindum fyrir róða, en það er ekki, þessi mál eru ekki í tísku akkurat núna og við sjáum það bara í kosningum í hinum þessum löndum. Ég meina, vissulega eru græningjar að vinna í Bretlandi en það er aðalega vegna þess að þeir eru bara sko mótvægi við ógeðslega óvinsælan verkamannaflokk. Sem að vantaði kannski í allar þessar kosningar. Það vantaði mótvægi við Miðflokkinn og svo ég vil líka vara við að fólk sé að ofmeta það að ágæti staða Miðflokkur líklega sigurveri kosningarnar og Sjálfstæðisflokkurinn. Ég held að ég myndi nefna Miðflokkinn á undan. Hann eykur meira við fylgi sitt og gerði raunverulega það sem alla hefði dreymt að vera nýr flokkur og ná bara fótfestu í næstu öllum nema bara í Garðabæ. Þetta er ótrúlegur árangur. Ég myndi ekki meta þetta þannig að þetta væri viðurkenning á orðræðu flokksins. Og ef við viljum gera það, þá getum við skoðað í Reykjavík sem að flokka það 12%, en flokkar sem eru vinstramegin við samfylkingu, vinstrið, sósíalistar og ef við takjum Píratana með, held ég sem með 80%. Þannig ef að þetta var kosningum mæling á því hvort þú viltu fara leið Miðflokksins í það samfélag sem að þeir eru að boða, eða viltu vera alveg á hinum endanum, þá vann hinn endin, hinsegin endin. Mann. Hinsegin er bara svo sundraður, hann er alltaf í mörgum flokkum. Já, það er það sem að menn ætti að læra af þessu kosningum, er það sko, náðu við að byggja farveg fyrir þessu sjónamið sem við erum að verjast fyrir. Og Miðflokkur segir já, Sjálfstæðisflokkur segir já, en hinir eru tókst ekki alveg. Samfylkingin er í vondum málum þetta er alveg einlega að túlka þetta. Þeir lögðu upp með í Kópavogi, þeir eru svo langt frá því sem þeir ætluðu sér. Þeir fá hrun í Hafnarfirði, þeir eru ekki varaformaður. Þeir fá hrun sko. Hafnarfirði var alvöru skellur fyrir Samfylkinguna. Alveg rísaskellur. Og þeir voru ekki með þessa væntingar í Reykjavík. Þetta var Kópavogur það líka. Ég meina, forsætisráðherra leggur gríðalegt pólitískt púður í einhverjar árásir á bæjarstjóran og fleira sko. Vílínan skorinn Hamraborg. En ég held að það sé nú kannski hægt að taka undir það að þetta hafi verið misráðið að tefla Kristrúnu svona mikið fram í kosningabaráttunni vegna þess að það er ákveðin tilhneiging eins og Ólafur Þ. Harðarson hefur bent á eða kosningarannsóknir hafa sýnt fram á að fólk kýs öfugt við það sem að í boði í landsmálunum. Kannski er þetta rétt hjá Gunnar Smára, þetta var bara eitthvað strategi sem hann gerði meðan að ríkisstjórnin var vinsælli. Af því að ég sá einhvers staðar sko að þessi ríkisstjórn er í rauninni, hún hefur haldið vinsældum sínum ótrúlega vel. Ég held í rauninni að þessi engin ríkisstjórn bara frá því einhvern tímann fyrir hrun sem að hefur haldið vinsældum sínum jafn vel. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er. Ég held að hluta ástæðinu sé málþófið í fyrrasumar. Það var rosalega óvinsælt og stjórnarandstaðan skoraði þetta aldrei sjálfsmark þar sem að einhverju leiti sjálfstæðisflokkurinn viðurkenndi þegar að við skiptum þingflokksformann og eitthvað svona að það hafi ekki verið nógu góð strategía en núna finnst manni svolítið eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum í ríkisstjórnin og þetta er högg á ríkisstjórnina. Já, þetta er bara ungt fólk sem er með þessi plön hann inn í samfélkingunni
Við sátum hérna í október gamli menn og sögðum býtu það er ekki víst að ríkisstjórnin notið sama fylgis eftir hálft ár. Þetta er allir að vita sem eru sko yfir fertugt. Svo er náttúrulega einn ríkisstjórnarflokkur sem við ekki nefnt sem flokkur fólksins. Sem fær vonda, mjög vonda. Já, ná ekki inn í Reykjavík og... Náðu ekki svona að bjóða fram á Akureyri. Nei. Þeir fengu bara fína kosningu síðast. Náðu bæjarfulltrúa einhvers staðar? Ég held ekki. Nei. Þeir mistu þessa 2 sem þeir áttu á Akureyri og Reykjavík. Þannig að það eru, ég held að þetta séu, þú veist, það er eitthvað að segja mér að það séu nú fundir og messenger þræðir að loga núna á stjórnarheimilinu, sko. Því að nú er framöndan mjög áhugaverður sprettur í þinginu á að keyra þessa atkvæðagreiðslu og breyta eða hvernig það verður. Á móti skipta sveitarstjórnarkosningar ekki svo miklu máli. Það er bara þannig. Já, þetta eru, jú, þær skipta þetta heilmiklu máli. Jú, í hverju sveitarfélagi sé, það er ekki þannig þessi neyðarfundur í ríkisstjórnin, hann er ekki, sko. Hann er ekki? Nei. Okay. Halldór Ásgrímsson sagði nú af sér eftir vonda niðurstöðu í sveitarstjórnarkosningum. Nei, akkurat, það getur vel verið, hann hefur bara notað þessum átellu. Inga Sæland er ekki að fara að segja af sér út af niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Nei, ég veit svo sem heldur ekki alveg hvaða leiki hún á í stöðunni, þú veist, er eitthvað gott fyrir hann að sprengja ríkisstjórnina, ég ekkert viss það, sko. En nú þurfum við einbetta okkur að því að byggja flokkinu innan frá svo að við ráðum við það að bjóða fram í fleiri kjördæmum og í sveitarstjórnarkosningum. Það er lærdomur á kosningum. Það verður eitthvað svoleiðis sem að... Já, það verður eitthvað svoleiðis. En ég held að spennan verði fyrst og fremst milli Viðreisnar og Samfylkingarinnar eins og hlutirnir eru núna. Já, og það er sem ég segi, það er mjög áhugavert að sjá hvernig meirihluti verður myndaður út af því. Vegna þess að líka út af ástandinu í borgarstjórn, Miðflokkurinn verður líka mjög erfiður Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórnaraðstöðu. Það er þarna út af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn lét að heita í þarna kosningabaráttunni til dæmis gagnvart samgönguáætlun. Já, ég nefnilega, sko, við Þóra Kristínu með sömu sína á þetta. Ég held að við teljum bæði að Hildur, eins og ég sagði einhverju viðtalið með Hildur greita gena því að mér fannst hún vera með svo rosalega fínar skoðanir hérna einu sinni en breytti svolítið, elti Miðflokkin út í ákveðið svað, fannst mér, út frá bara skoðunum og til dæmis þessi andstaða við borgarlínuna er bara þvert gegn því sem að hún sjálf skrifaði, að því hún skrifaði frábæra grein á borgarlínuna sem að gekk meðal annars út á það að til þess að hann myndi virka og hún á ekki að virka fyrir mig til þess að fara á inniskónum og kaupa krósant einhvers staðar, hún á að virka til að koma fólki í vinnuna og til þess að leysa umferðarteppuna sem Árni er svo mikið á móti og ég líka, hún er gerð til þess að leysa það. Þannig að þess er svo skrítið að ætla að setja hana á pásu til þess að leysa það, að því það er hún sem á að leysa það. Og þetta veit Hildur, skrifaði þetta frábæra grein, þar sem hún sagði einmitt alveg sérstaklega að einhver light útgáfa, borgarlína light útgáfa virkar ekki. Sem er sérfræðingarnir hans Ari Edvald, þeir vildu það, Þórir Hjaltason og kó. Sem að gerðu sko umferðarskipulag kringu Smáran sem að allir elska náttúrulega og dásamlegt að vera út í náttúrunni í. Þannig að það sem að skiptir mestu máli núna finnst mér er að Hildur fái afsökun til þess að ganga á bak þessara orða sinna og gera það sem ég held að henni finnist raunverulega í hjartanu sem er að klára þetta borgarlínuverkefni. Auðvitað er þetta hanna Suðurlandsbrautin eitthvað aðeins öðruvísi og einstaklega fleiri kannski elskar hún bara ekki borgarlínu jafn mikið og þú. Þannig að hún er til í að svíkja hana. Ég veit það ekki. Til þetta að vera ómögulegt? Nei, ég veit það ekki. Ég held að hún elski hana alveg ekki af því að hún ætli að vera svo mikið í henni og elska hana eitthvað neginn þannig. Hún veit bara að þetta er lausnin á vandamáli sem það þarf að leysa. Og hún er bara praktískur stjórnmálamaður. Eftir 4 ár þá verður hún að geta sagt við fólk við erum búin að gera eitthvað og ef að borgarlínan fyrir á pásu þá er ekkert gert. Öll mislæg gatnamót heimsins leysa ekki það sem er í gangi í umferðarkerfinu á höfuðborgarsvæðinu. En borgarlínan bara eitt af mörgu sem að þarf að leysa. Sko borgarlínan mun ekki leysa þennan vanda ein og sér en hún verður að fara. Það má ekki draga úr henni tennurnar. Hún verður að fara í gegn en það verður hugsanlega að það mun ekki leysa allan vanda á einu bretti og það er náttúrulega fáránlegt í rauninni ef að fólk er að taka því þannig. En kosningarnar voru meira en borgarlínan sko og mér fannst nú Hildur koma mjög skýrt fram einhvern veginn í kannski sérstaklega í oddvitakappræðunum á föstudagskvöldið á RÚV sko hversu einhvern veginn sérstaklega þegar hver annar oddvitin einhvern veginn spurði Hildi nánast hún eins og hún vildi fá að vita eitthvað af málefnin þá var Hildur spurð. Hún hefur orðið mikla þekkingu á þessu, ég treysti henni mjög vel til að takast á þetta verkefni, ég held hún sé að horfa bara í það að þetta verkefni er hvað sem að þessum panel hér þykir, þá er þetta umdeilt, fólk hefur ekki séð árangur
og það þetta langt verkefni og ég meina við erum að tala ef þetta eru 300+ milljarðar við verðum mörg ár og áratugi að púsla þessu öllu saman. Þannig að ég held vættu nú ekki að vera að stressa okkur á því hvort að það verði tekin smá skoðun á þessu einu sinni viðbót eða sest aðeins yfir. Það eðlilegt núna. Við getum ekki alltaf verið að skoða þetta. Jú, við getum bara svo sannarlega verið að því. Við verðum bara að framkvæma og skoða svo aðra lausnir líka. Þetta bara það stórt mál. Þetta eins og staðsetning hérna nýja Landspítalans. Þetta Landspítalans allir minna á það. Nú Landspítalinn úreltur og hann enn ekki risinn. Já, og allir voru alltaf að segja, heyrðu, það þarf að stoppa þetta því við þurfum að skoða þetta aðeins betur. Ég held að 5 heilbrigðisráðherrar hafi komist að sömu niðurstöðu og hann ætti að vera þarna sem hann er. Það þú nefnir kappræðurnar, þegar við byrjuðum að tala veikleikan hjá Samfylkingunni, þá fannst mér að kristallast þar svolítið að þetta með að vera að skipta Pétri út og setja þetta inn hafi verið þetta bara gengur ekki upp sko. Ég meina var vandinn svona stórkostlegur að þú ert með borgarstjóran og þú ferð í kappræður daginn fyrir kosningar, þú ert ekki með borgarstjóran. Einar Þorsteinsson, hann reyndi sig bara í hlutverkið og talaði eins og borgarstjóri. Hildur að því að hún er reynd og svona var með í uppsveiflunni, hún var eins og borgarstjóri. En frambjóðandi Samfylkingarinnar, hann var bara eins og nýliði þarna. Og ég meina, hann er það bara. Hann er nýliði. Hann er bara nýliði. Mér fannst það enda frábær í þessum kappræðum. Vanalega það ég meina, hann stóð sér vel við það sem hann gat. En vanalega það hann í aðdraganda kosninga í þessum kappræðum, þá skiptir máli hverju forsætisráðherra og skiptir máli hverju borgarstjóri. Þú kemur með ákveðin og ég myndi segja að það eru bara 3% stig að ef þú ert með þann sem er með völdin og getur svarað, kann þetta allt saman þess vegna þú ert að vísa það að fólk hafi spurt Hildi að því að hún væri búin að vera bara svo lengi svona á köflum var þetta orðin nánast bara eins og þau þurftu að spurja hana til ég held að bara fólk hafi litið svo á að hún var að sópa til sín atkvæðunum sem voru á lausu þess vegna hafi menn litið á hana sem andstæðing sinn en mér fannst það afhjúpa svolítið þarna þetta plan kannski var það ekki hugsað til enda sko. Nei, og mér fannst þetta aftur svona skýr birtingarmynd á því að Samfylkingin sjálf og kannski einhver liti Viðreisn líka höfðu nákvæmlega eins og þú nefnir ágætlega Þóra enga trú á því sem hefur verið í gangi í borginni. Já, þau tóku þá strategíu. Þegar við tölum þessi stóru verkefni og menn eru mjög hissa því að heyra að þau séu umdeild. Í Bretlandi hefði Pétur verið gerður borgarstjóri í desember. Ég meina, ef allstar í heiminum hefði Pétur, ef hann ætlar að fara með hann og þú veit valdaflokkurinn, þá hefði hann verið borgarstjóri. Þannig af hverju eru þau með borgarstjóran og svo eru þau með frambjóðandan. Ég næðist ekki. Nei, sko, Samfylkingin náttúrulega bara leit þannig á og bara kjósundu Samfylkingar, menn að sigur Péturs í prófkjörinu var rosalega stór. Þannig að Samfylkingin var búin að ákveða að þau vildu ekki tefla Heiðu fram. Og minnst hún bara færi alveg að listum. Já, muni að 15 atkvæðum og hún væri bara ekki á lista og það er bara einhver ákvörðun sem fólki í Samfylkingunni tekur og því að þeim fannst allavega þarna í janúar þegar prófkjörið er að það þyrfti einmitt eitthvað nýtt, það þyrfti einhvern mann að því að fólkið í Samfylkingunni held ég hafi verið farið að trúa svolítið þessum áróðri að þétting byggðar væri gengin út í öfgar, að það þyrfti að stoppa borgarlínuna eða ég veit ekki hvað eitthvað álíka og að það þyrfti þá nýjan mann sem að væri svolítið svona ómengaður af því sem áður hafði gert. En þá ert ekki að standa með þér sko. Nei, en ég held að það hafi verið niðurstaða kjósenda í prófkjöri Samfylkingarinnar. Þau kjósa Pétur inn sem að reyndar sko stendur bara mjög mikið með öllum stóru málunum í Samfylkingunni. Stendur bara mjög mikið með þétting. Hann talaði mikið mistök og fleira og það hann væri ekki ábyrgð á því sem þegar hefði verið gert. Mér fannst hann einmitt distansera sig mjög mikið frá því sem var í gangi. Heiða sást ekki í baráttunni. Hann stóð náttúrulega bara mjög vel með stóru línunum í skipulagsmálum og stóru línunni í samgöngumálunum og hann stóð með Reykjavíkurmódelinu sem var samþykkt af þessum meirihluta. Meina í þessum stóru málum var hann algjörlega með því sem hefur verið að gera. En við erum að fylgjast með verkamannaflokknum í Bretlandi. Þar mátti ekki bjóða þig fram nema að vera á þingi vegna þess að sá sem að verður leiðtogi, hann verður að vera með sess sem að hæfi leiðtogan. Þannig að akkur var ekki bara gerður að borgarstjóra. Ef þetta var planið, sko. Ég hef haft þetta bara í september. Þetta er ekki svona plottað eins og þú heldur. Ég meina, hvað er ekki gerður að borgarstjóra? Það er bara að kjósa það í borgarstjórn og það er ekkert eitthvað meirihluti fyrir því í borgarstjórn að kjósa Pétur Marteinsson sem borgarstjóra. Það var ekki. Akkur ekki, það er bara margir flokkar akkur á fulltrúi flokks fólksins að kjósa Pétur Marteinsson sem borgarstjóra. Því annars flosnar meirihlutin upp.
Nei, Ja, ég veit ekki hvort þetta sé hægt, en ég er bara að vera að benda á hana veikleika. Nei, þau hefðu þurft að fara að stað með þetta fyrr og þau hefðu þurft að kynna hann betur fyrir kjósendum og hann hefðu þurft að standa fastar með því sem hefur verið gert og samfylkingin almennt, frambjóðendur samfylkingarinnar, hefðu þurft að standa fastar með sjálfur sér. Þau gerðu það ekki. Eitt sem að gerði í þessu kosningu sem hefur langar að spyrja ykkur. Þetta virkaði eins og samfylkingin var að hlaupum undan sjálfur sér og þarna bæði formaðurinn og allt þetta. Þetta var ekki nógu sterkur presens. Mér langar að spyrja ykkur um Sjálfstæðisflokkinn. Þegar að fyrstu tölur komu frá Kópavogi, að þá hugsaði ég, nei, þarna er næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta er bara stórkostlegur sigur og hérna Sjálfstæðisflokkurinn er í forystukreppu. Guðrún Hafsteinsdóttir sást ekki í þessu kosningum. Þú veist, sjálfum sér hérna hafa formennin ekki verið áberandi, heldur að það gefi sviði eftir. Það er sérstætt sem að Kristur gerði. Sjálfstæðisflokkurinn vinnur meirhluta í Hveragerði, hennar heimabæ, og út allt land er flokkurinn að vinna, nema hann tapar hjá hérna, Jens Garðari. Já, en ég er að tala um Guðrún Hafsteinsdóttir, hvað verður formaður hérna Sjálfstæðisflokksins? Hvort verður það hérna Ásdís í Kópavogi eða Hildur Reykjavík? Ég held að það sé nú bara að fara Hildur þarf að klára sig. Já, Hildur þarf að klára sig, en Ásdís þarf það ekki. Hún er á svipuðum stað og þegar Davíð fór hann skila stórkostlegur sigri beint inn í landsmálin. En nú er ég ekki aðdáandi Guðrúnar Hafsteinsdóttur í pólitík, en væri þetta, er ekki svolítið skrítið hjá þess Smári að taka þennan stórsigur Sjálfstæðisflokksins og gera hana ósigri formannsflokksins? 1990. Nei, nákvæmlega, en ég meina það má velta fyrir sér Kristrún Frosta ákvað að vera mjög áberandi í baráttinu. Já, og er gagnrýnd fyrir það. Flestir að sammála því að það hafi verið veruleg mistök Guðrún spilar þetta öðruvísi og hérna er að njóta kannski núna í sigri, já, gagnrýnd fyrir það, en ég held að það hefur nú sýnt sig að vera bara miklu skynsamari taktík. Guðrún hefur, eða sem í hennar tíð, það voru líka svona litli hluti sem að voru held ég gagnlegir, það er til dæmis í Vestmannaeyjum var klofningurinn fyrir heima, held ég að heita, hann kom heim, það svipaði í Keflavík. Þannig að það var svona hlutir sem voru að detta með klofnaði annars þar, var það ekki á Akureyri, ekki þessi Akureyri-listi frá ykkur? Vissulega, það voru átök í því prókjöri og fór í sig áttina en hérna... En hann náði inn þarna, sér frambúðið. Já, en ég segi þannig að það eru, ég myndi nú frekar meta þetta sem svo að Guðrún sé nú að styrkja sig með þessum niðurstöðum og hérna ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að því vorum að ræða kannanir hérna á stöðunni í landsmálum. Þannig þetta mun ekki hjálpa henni. Ég er ekki viss um það, en ég held að það sé framöndan dálítið áhugaverðir tímar í landsmálunum. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig ríkisstjórnin einhvern veginn, hvort sem hún er á neyðarfundi eða ekki núna, þá held ég að hún sé allavega áhyggjufull yfir stöðunni. Og það er stór ákvörðun framöndan á að keyra á þetta ESB-mál eða eitthvað að breyta kúrs. Að setja kannski leyfa fólki að finna ef við setjum meiri fókus á að laga efnahagsmálin eins og við lítum nú kjósa okkur til að gera. Ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að þessi staða í landsmálunum geti breyst hratt. Ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að spá því, bara út þetta ár. En að þínu mati, hvort væri það farsælla fyrir Sjálfstæðisflokkin að fara í hvern meiri hluta? Hvaða meiri hluti í borginni er það farsælastur? Ég hef bara hvor meiri hlutum fyrir sig getur verið góð. Ég veit að það er ekki aðdáendur Miðflokksins hérna við þetta borð. En ég held nú að Ari, ef maður leyfir sér nú að fara að tala um Miðflokki sem svona einhvers konar tvo arma, ég held að Ari, Edvald myndi nú flokkast innan hófsamari hlutans þar, Ég held að það verði ekkert í sjálfu sér stórt mál að vinna með hún. Já, var alla tíð í flokknum og svona. En Finnst eins og hann hafi byrjað í Framsókn samt? Ari Edvald? Já. Nei, þykist að gera þetta stundu þegar við svona stríðamönnum þykist að muna að vera verið í Framsókn. Nei, hann var það var einhver græn slikja alveg early days, bara háskóla árin. Var hann ekki æskulýðsfylkingunni, Alþýðubandalagsins? Nei, hann var þarna aðstofmaður Þorsteins Pálssonar lengi. Jú, hann var síðan sjálfstæðismaður. Samtaka atvinnulífsins tíma. Fór í prófkjör í Sjálfstæðisflokknum fyrir margt löngu og tapaði því alveg Svo tók hann við hans Mára á 365. Akkurat. Átni, varst þú ekki Framsókn? Þetta er svolítið. Nú hugsa allir aðdáendur áhorfendur samstöðunnar. Framsóknast líka þessum. Hvora vilt þú sem formann Sjálfstæðisflokksins, Ásdísi eða? Það er ofsnefnt fyrir Hildi, hún verður að klára allavega 4 ár. Nei, það er ekkert, en ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert að fara að skipta formann, en ég held að ef hann myndi skipta formann, þá held ég að væri freka bara Áslaug Arna kemur aftur og takja annan ránd. Nú áður ekki að vera ríðstjóri Mókans.
ég veit ekki, ég er ekki nógu vel inn í þessu. Ég myndi halda að hún myndi velja vera aftur þingmaður og ég myndi halda að hún væri sterkasti áskorandinn ef einhver væri þar. En heldur þú Ásdís hafi ekki metnað í þetta hlutverk? Já, alveg örugglega. Ég bara hef ekki hugmynd um það. Ég hef ekki hugmynd um það og það náttúrulega hefur örugglega ekki verið sveitarstjórnarmaður sem að fer í það að verða formaður síðan að Davíð gerði það. Já. Eftir stóran sigur? Jú, eftir stóran sigur. Kortur eftir stóran sigur? Jú, akkurat. Þá voru sko náttúrulega, ég veit nú ekki alveg ætli Ásdís myndi ekki teljast Bjarna Ben megin í flokknum, ég veit ekki alveg hvernig það er, en sko Guðrún, ég held að Guðrún hafa bara styrkt sig núna, en það hefur aðeins verið í Sjálfstæðisflokknum undanförnu, hefur verið minni leiðtoga hollusta heldur en var í gamla daga. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju það er, og kom mér svolítið óvart, meiri sem meðan að Bjarni Ben var ennþá, þá var komin bara mjög mikil óánægja með hann innan Sjálfstæðisflokksins, alveg þannig að fólk sagði, þú veist, að hann myndi aldrei vinna formannskjör þarna í febrúar, þegar landsfundur var haldinn, febrúar bara í fyrra, er það ekki? Jú, þegar Guðrún vinnur. Jú, fyrir árið. Að hann myndi aldrei vinna því að Áslaug hefði bara farið gegn honum, Áslaug Arna. Og það fannst mér mjög áhugavert og er svona svolítið ólíkt þeim Sjálfstæðisflokki sem að ég var í. Og Guðrún, síðan vinnur bara Guðrún, þú veist, glæsilegan sigur í glæsilegum landsfundi en fær aldrei almennilega. Hann munnaði sjón. Já, ég veit að það var óvæntur sigur. Þannig að þetta var bara ótrúlega vel gert hjá henni. Pólitískt afrek. Já, þannig að sko, en hún fekk aldrei bara, þú veist, flokkinn með sér. Og Bjarnafólkið, ég er ekki að tala um Bjarna sjálfan, en fullt af fólki sem stöddi Bjarna hefur bara aldrei gefið henni sénsinn. Hvort þau gera það núna eftir þessar kosningar skal ég ekki nákvæmlega segja. Ég held að Bjarnafólki sé ekkert eitthvað að fara að taka Ásdísi og púrra hann upp og segja hann að bjóða sér á móti Guðrún og næst. Ég er ekkert viss um það. Ég held að sko Bjarni Ben var ekki jafn sjálfsháttilegur svona valdakall og þeir sem á undan voru. Hann var öðruvísi. Bjarni? Já. Hann var ekki svona maður sem að hann þolir alveg einhverja gagnrýni og það er ekki reynsla allra blaðamanna, það gat verið mjög. Nei, ég sammála Þóru Kristínu. Hann var öðruvísi og hann var ekki. Hann breytti þessu andrúmslofti svolítið innan Sjálfstæðisflokksins. Ert þú Bjarnafólk? Já, ég var í Bjarnafólk. Þetta eru svo miklar spekulasjónir. Ég skal svara þessu, hann er gullamæður. Ég er vinur Bjarna og Gulla og ég er nú verið að reyna að fetta það í þessum flokki að vera frekar vinur fólks en í einhverjum fylkingum. Stundur ekki Kristján Þór gegn Bjarna? Þú ert að spyrja Varst þú ekki Framsóknarflokknum? Hún trúnaðar mál síðan 2009. Já, ég held að það hefur verið með Kristjáni Þór þá. Þeir vita sem vita það. En þú varst með Bjarnamanni. Já, ég var að grjótarðið með Bjarna. Nei, ég held sko ef við förum aftur að Guðrúnu og stöðunni, sem að sé nú bara aðeins heiðarlegur með það, ég meina þetta var sko kosningarna 24 og atburðirnir í framhaldinu. Því að þetta eru svona ný skeiðir atburðir, þá fattar maður ekki alltaf oft stærðagráðuna á þeim, en auðvitað voru það alveg risastór tíðindi í sögu Sjálfstæðisflokksins að flokkunum bæði fer út úr ríkisstjórn tók við var algjörlega skipuð nýjum flokkum líka, gömlu flokkarnir út, nýju inn. Við förum á landsfund og þá gerist það, ég held ég sé var rétt með í fyrsta sinn í sögu flokksins, að hvorki varaformaður né formaður sitja áfram eftir landsfund. Jaha. Þar sem bæði Bjarni og Þórdís stíga til hliðar. Þannig að ný forysta að koma, nýtt hlutverk í stjórnarandstöðu og bara, svo maður sé heiðarlega það, þetta eru gríðarlega breytingar og þetta hefur þurft tíma aðeins til að finna bara taktinn og það er held ég ekkert alveg ósvipað og flokkar sem voru í stjórnarandstöðu og hafa kannski Samfylking Viðreisn áttu langa spretti í stjórnarandstöðu. Það tekur tíma að bara finna taktinn og tóninn í því. Já. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því, en mér finnst þetta að vera allt í mjög rétta átt núna. Mér finnst við búin að vera mjög flott á þingi núna í vetur og standa okkur vel þar og ég held að það sé, eins og ég segi, ég held að séu þetta alltaf tíðindi framundan landsvísu. Ég spáði því hér með. En þessi uppbyggingafasi hjá Sjálfstæðisflokknum, það er alveg hægt að sjá þetta svona eins og Árni, menn þetta er og Hildur líka í borginni, hún byrjaði í kosningabaráttu strax eftir síðustu kosningar og hún er búin að vera með sponsoraðar auglýsingar á samfélagsmiðlum allt þetta kjörtímabil
og hefur bara unnið þetta mjög vel og svo fær hún svona kosningabaráttu sem að hluta til hennar eigin, þú veist, make your own luck eins og þau segja, hluta til það því að hún var vel undirbúin en að hluta til hún líka bara heppin. Það ekki mikið mótdrægni í hennar kosningabaráttu og meðan að Samfylkingin fær til dæmis þessar kortafærslur Heiðu og kemur frétt hérna bensínstöðvamálið, ég meina, mér sé sko bragganum hent í Pétur á hérna debattinu kvöldi fyrir kosningarnar, þú veist, þannig að það var bara svona meira mótdrægt þar og stundum bara gerist þetta og hluta til það því að þú ert vel undirbúin en hluta til það heppni að Sjálfstæðisflokkurinn fékk svolítið bara svona góða kosningabaráttu hvað þetta varðar. Það var bara vindur í seglunum og einhvern veginn bjart yfir þeim. Vann mjög mikið með Sjálfstæðisflokkurinn. Já, og gerði það alveg. Við sjáum náttúrulega líka í byrjun baráttunar í Reykjavík þetta nokkuð jaft. Já. Það 23-24% Akkurat. og það fer mjög í sundur. En mér langar að sjá, nú sáum við þetta með fjölmiðla, en mér langar að sjá eftir þessa kosningar hvað flokkarnir voru að eyða í auglýsingar. Þannig að ég held að það væri mjög áhugavert að sjá það. Miðflokkurinn alveg, ég opnaði ekki vefsíðu öðru sem að mæta að Ræðvald. Herru, Þóra Kristín, þú ert svolítið vinstra megin. Þegar maður rennir yfir úrslit fyrir utan, hérna, hann liggur við að sé orðið svona skipting í pólitíkinni. Ég vinstra með, mér veist ég nú verið hérna fyrir miðju. Og í grænu. Það liggur við að sé orðið skipting á Íslandi sem að maður þekki kannski frá Bretlandi og það sem að borgar, hérna, það sem eru borgir, þar eru stjórnmálin öðruvísi. Ef maður fer fyrir utan hérna höfuðborgarsvæðið og Akureyri, þá eiginlega komið fjórflokkur eiginlega víðaskvar, nema kannski ég held að sé í Ísafjörður sem það svona smá undantekningar. Þá það sem að fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Miðflokkur og Samfylkingin. Og sumstaðar þannig að Samfylkingin var erfitt með að hanga þarna inni. Þannig að þeir sem ekki við myndum líklega skilgreind alls saman sem hægri flokka, að vinstrið kannski bara með 15-20% fylgi. Inni á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri þar ertu kannski komið með Viðreisn, með fótfestuðar. En það sem vinstra með Samfylkinguna á valla fótfestu á þessu svæðum, ef þú tækir sko kragan með Reykjavík. VG held ég að ná inn einu manni á Akureyri. Þeir eru hérna og þeir sem eru vinstra megin við Samfylkinguna með 3 menn í Reykjavík en hvergi annars þar. Þannig að sko staða vinstrisins þegar þú ert að horfa á til svona lengri tími pólitík að þá það hefur eiginlega ekki sko spinnu. Ekki á sveitastjórnarstíðinu. Það hefur eiginlega bara enga spinnu. Það hefur þarna hafa þessi flokkar ekki unnið nægilega vel heimavinnuna sína á sveitastjórnarstíðinu líka. Ég held að hljóta skrifast pínlítið að það. Og ég held að þeir hafi verið þarna farsælastir ef þeir hafa unnið saman og eigi að gera það. Ég held að þessi flokkar eigi að vinna saman á landsbyggðinni í miklu meira mæli en þeir gera. Já, það séu svona eins og borgarfjarðarlistinn og... En skiljið þið þetta trend svo í nöldri aðeins að það kemur með til dæmis Ara Edwald sem kemur þarna sem einhvers konar pólitísku flóttamaður og skattaskjóli og rúndar á einkabíl á göngugötum. Ég meina, þetta það sem að koma skal? Af hverju þetta að höfða til fólks núna? Stórsigur. Það 12% sem að vilja. Nei, ég bara velti fyrir mig, hvað þarna? Hvaða eftirspurnar? Ég verð að segja miðflokksmanni hérna, Aulinn hérna með þar var að leita bílastæðunum. Hvað? Það er með 180.000 manns búin að skoða þetta. Já, aðeins ég kjáni. En svo þetta bara hannig. Hann fær 12% fylgi. Það voru 88% sem að kausa ekki. Hvað að gera þetta? Já. Ég held að, þú veist, sko, ef við erum að tala um miðbæinn í Reykjavík, þú veist, þetta hefur hann verið í óbúslegum svona breytingafasa, hvað ég að segja, 10, 15, 20 ár. Bæði mikið af framkvæmdum. Það er búið að vera mikið fjör í bara að hvar er einstefna og hvar er bannað að aka inn og stundum keyrir upp Laugaveginn og stundum niður og allt svona. Og þetta þú veist, þetta svona að maður tekur bara eina leið til að lýsa þetta bara rask. Ég held þetta sé reyndar persónulega hvað var að miðbæinn held ég við fáum hann fallegri og betri og allt það eftir þetta. Og einhver tíma bært eftir áratuga vanrækslu Sjálfstæðisflokksins í miðbæinn. Það er bara vanlega. Ég verði að viðurkenna, ég skildi að hluta til þessa gagnrýni út af þessum bílastæðamálum. Ég fannst þarna leiðilegt þessi þarna bílastæða fyrirtæki.
og maður vissi ekki þegar maður væri að leggja bílnum hverju maður væri að borga og hvað og þetta fyllti mann á óöruggum tíma. Borgarbúar hafa svolítið verið að venjast í sko, þú ert að keyra niður og það er allt í einu komin einhver stór steipuklumpur með einhverju til að taka yfir bílastæði eða stór blómakér sem ekki með neinu í. Já, ég er ekki að fara og í þann pott allan sko, en ég er bara að segja, þú veist, ég er bara að ef við erum að skilja, ef það var pælingin með þessari spurningu sko, hvaðan pirringurinn kemur, það held ég að hluta til þetta. Fólk verður bara þreytt á þessu og Ari var að tappa inn í það og ég held að hann hafi nú en verður fólk ekki að þreytta á köllum sem að tími ekki að borga til samfélagsins og aka göngugötur á stórum jeppum og hvenær verður fólk þreytt á því? Mér fannst vinstrafólkið alveg stíga nákvæmlega inn í uppsetninguna frá Ara, það deildu þessu allir nexlaðir og svona, ég held að þetta hafi þetta myndband hafi nú endar hjálpað baráttunni hans. Ég bent honum á að við höfum svona miðbæ sem er fyrir bílafólkið, það heitir Skeifan. Já. En mér finnst líka mér fannst Árni ætla að fara að segja eitthvað gott, svo tók hann bara dæmi af því hvernig er að vera í miðbænum á bíl. Ég meina, taktu bara hvaða miðbæ sem er í heiminum og það er aldrei næs að vera á bíl, að bara á Piccadilly Circus eða einhvers, þú veist, þú ert ekkert á bíl á strikinu eða þú ert bara aldrei á bíl ofan í miðbæjum og það er alveg óþægilegt að vera á bíl í miðbæ Reykjavíkur en það er þægilegra örugglega heldur en í nokkurri annarri miðborg í heiminum. Og ég meina, ég fór í klippingu á Laugaveginum, bara stæði beint fyrir utan. Dóttir mín var að segja að vinkona hennar er alltaf á bíl þegar það fara á djammið, það bara alltaf stæði beint fyrir utan Röngan, ég var engar áhyggjur af því að alltaf þetta var stæði. Það er nýbúið að gera stærsta bílakjallara bara á Íslandi undir Hörpu, Hafnatorgi og þú bara getur keyrt bara í neðanjarðar hagkerfi þar og alltaf stæði og rosalega auðvelt að borga þrátt fyrir allt sem er sagt. Men í gamla dag þurftur að hafa kling og fékkst sekt, nú er bara rosalega auðvelt að borga. Þannig að, er það allt í lagi? Já, ég bara að segja, það er vælið sem er ekki í lagi. Vælið sem er ekki í lagi vegna þess að þetta bara spurning með eitthvað jafnvægi, það er ekki hræðilegt að sé keyrt niður í miðbæ. En það er auðvitað líka að vera göngugötur og það geta sest út á góðum dögum. Þetta getur nú jafnvel verið leyst líka með, þú veist, án þess að þurfa að vera göngugata allt árið eða akstursgata allt árið, svo framvegis. Þetta er bara alltaf spurning eitthvað jafnvægi. En ég meina, þú keyrir ekki niður striki en þú keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn. Ég finnst þetta er svona dæmi það sem að ég held að fólk hafi Keyrir að strikinu í Kaupmannahöfn? Já, það er þetta ekki. Það gata fyrir neðan striki. Já, ég meina þú getur keyrt á það er göngugata, nema það má keyra hana. Þannig að gangandi fólk er alltaf í rétti, sko. Og nennir enginn að keyra þetta. Já, en þetta er svona eitt af þeim dæmi, finnst mér, sem er svona, ég held að fólk sé líka, sko, þarna þurfum við bara að finna einhverja góða lausnir og hafa eitthvað gott jafnvægi. Það þýðir ekki að vera bara í aðra áttina, sko. Þú veist, er það ekki, að Reykjavík er ein mesta bílaborg í heimi. Jú, við erum að greina hvernig kosningarnar fóru, Gísli. Ég veit það. Ég er bara að segja, ég held að partur af því sem að vera að hafna er þessi svona ofboðslega rörsýn og ofur áhersla sem hefur einkennt Ráðhúsið og síðustu meirihluta á svona hluti. Já, en þá ætla ég með þetta að benda þér á að rörsýnin og þessi ofboðslega sem er stundum að kalla ofurþétting og svona er ekki meiri en svo að Reykjavík er mesta bílaborg í heimi. Aðförin að einkabílnum sem að, þú veist, er búið að tala rosalega lengi, er engin. Þetta er mesta bílaborg í heimi. Blauti draumur eða aðalskipulagsins sem ég vann að meðan ég var þarna er að við verðum jafn mikil bílaborg og Þrándheimur. En ég sá bara grein eftir einna frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins sem sagði draumsýn borgarstjórnar er engin verði á bíl. Hvaða vitleysa er þetta? Það er engin með þá draumsýn. Engin. Það er rosalega auðvelt að vera á bíl í Reykjavík. Svo er það venjulegt fólk sem er fast í Ártúnsbrekkunni, sko, alla daga. Já, akkurat. Sem bara einhvern veginn og þú vilt stoppa lausnina sem á að leysa það. Þú ert að mjög afflytja ef þú skildir hann í að stoppa það. Já, það er eitthvað að taka pásu og skera þau upp, eitthvað sagðirðu. Ég sá fyrir mig skoðanborð. Ég veit að þú elskar borgarlínu, Gísli, og þú ert til í að bara henda þér á hana en ég ætla bara að segja þér, ég held að þetta sé bara svona öðruvísi stað í pólitíkinni. Fólk er ekki svona, þetta er ekki svona mikið trúarbrögð og það þarf auðvitað að nálgast þetta er hvað heldur sé, 30 ára verkefni, hérna í frá.
25 Já, ára. sko, fyrsti hlutin á að Og það tala byrja bara ef einhver leifir sér, 31, eigum aðeins að skoða þetta. Nú, ok, þú ert á móti. Nei, en Það er annars þessi vegar að þá málflutningur sem verður talið svo eins þreytandi og og leiðinlegur, húsið sko. sé að brenna og það bara verði að koma lausn og hins vegar þá að koma í veg fyrir þá lausn sem að er í undirbúningi og hefur verið. Þetta er helsta menningarstríðið í íslenski pólitík eru skipulagsmál. Já. Eins og að til dæmis þetta umræðan Suðurlandsbrautina mér að koma fram í kosningaborðinu. Það sem allt í einu skiptist fólki í tvennt. Sko. Ég svo mikið menn eins og þig sem að viljið einhvern veginn hafa bara eina akrin og svo öfugt sko að þú ætlar að koma með alla bílana. Þetta var aðför að Suðurlandsbrautinni. Já, þetta var allt í einu Íslendingar. Það var ekki best að gera stytt á Suðurlandsbraut. Það var nú besti punkturinn í orðan. Þetta er alltaf tíminn að hlaupa frá okkur. Já. Við erum búin að tala mikið. Já. Þetta er búin að vera gaman. Árni Helgason, Þóra Kristín og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna. Takk. Og hér eftir Reykjavík koma til okkar Þórður Snær Júlíusson, Tómas Þór Þórðarsson og Svanborg Sigmarsdóttir. Hér augnablik hlé. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á vafr.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
Já, komið sæl á ný. Það eru konir nýjir gestir. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, Þórður Snær Júlíusson sem framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og Tómas Þór Þórðarsson sem starfsmaður Þingflokks, Sjálfstæðisflokksins og varaþingmaður. Verið öll velkomin. Takk fyrir það. Svanborg. Já. Hvað segir Viðreisn á morgni dags? Viðreisn bara spræk á morgni dags. Við bara styrtum okkur land allt og bara aldrei ná betri úrslitum í borgarstjórnarkosningum og fleiri atkvæðum og við erum komið mann í Akranesi sem alveg nýtt framboð og Ísafirði og frábæra konu í Múlaþingi og mjög öfluga konu í Árborg og stækkuðum okkur í Hafnarfirði og jökum við okkur fylgi í Mosfellsbæ og ég er bara mjög kátt sko. Já, og viljið þið í meiri hluta með Sjálfstæðisflokki í Reykjavík? Í Reykjavík, já, ef að okkur gengur, ef við komum okkur málum að gegn þá förum við að sjálfsögði í meiri hluta með Hildi. Ég held að, ég meina eftir að Sjálfstæðisflokkurinn tók til á sínum lista þá hann orðinn samstarfshæfur aftur sko, sem hann var ekki fyrir 4 árum sko. Þannig að það er þannig. Það er þannig og ég held að sko ef að hinn möguleikin að Sjálfstæðisflokkurinn fara í meirihluta með Miðflokknum að þá held ég að allt gott fólk sjáu það að það sé nú betra. Þið og Framsókn saman. Já. Það byrju allt gott fólk sjáu. Að það sé betri meirihluti heldur en Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Já. Hvað það góða fólk, hvað það mikil hluti? Skiptir það máli? Já, það miskostir. Áttu við að það verði bara aldrei friður og þannig meiri hluti Reykjavík? Nei, ég meina að meiri hluti alltaf meiri hluti, skilurðu. Og síðan þeir sem að komast ekki, hafa ekki sinn fulltrúa í meiri hlutanum. Það er samt mikilvægt að þeir upplifi það að borgarstjóri og borgarstjórn sé samt að vinna og tala einhvern veginn fyrir hönd þeirra sem borgarbúa. Og ég held að það gæti orðið erfitt með Sjálfstæðisflokkin og Miðflokkin að ná einhverju breytt í því. Já, með Miðflokkin inni. Já. Þórður Snær, en Samfylkingin? Já, bara ýmislegt gott, annað síðra. Fleiri sveitarstjórnarfulltrúar en flokkurinn hefur haft nokkuð tímann í sögunni nema einu sinni. Það bara eftir 2010 sem flokkurinn hefur haft fleiri. Bætum töluvert við og bjóða fram á fleiri stöðum og mikil endurnýjun. 18 af 19 oddvitunum voru nýr og flokkurinn hefur þetta eftir eyðimerkurgöngu þar sem hann var 10% mínus flokkur í mjög langan tíma að byggja upp grasrótina, að byggja upp flokkastarfið út um allt land og þetta var gott skref í þátt. Ýmsir staðir sem voru væntingar til þess að árangurinn yrði meiri Reykjavík, Kópavogur ég nú reyndar getur alveg sagt að kannski ég held ég sé ekki að ljóst upp einhverju leyndamáli að það áþreifanleg valdaþreita í gangi gagnvart stjórnvöldum í Reykjavík og þegar flokkur hefur stýrt borg meir og minna frá 94 eða fulltrúar Samfylkingarinnar og Ingibjörg Sólrún var síðan auðvitað formaður Samfylkingarinnar og við erum búin að vera með alls konar mál sem hafa komið upp sem eru mjög umdeilt bæði skipulagsmálum og þreita gagnvart loforðum sem hafa verið gefin í hverfi. Ég sjálfur býð hérna í Laugardalnum og þar skynja ég það bara mjög markvisst hjá fólki sem ekkert endilega einhverjir stækir hægri menn að það var að fara að kjósa Sjálfstæðisflokkinn út af skóla og íþróttahúsmálum. Svona dæmi, lítið traust til borgarstjórnar í heild, 13%, svo stofnum sem mælist lægst. Það á ekkert að koma neitt rosalega óvart að fólk kannski vilji breyta til eftir svona langan tíma. En þið vildu meira í Kópavogi? Það eru meira í Hafnarfirði? En í Kópavogi eru samt að bæta við 11% stigum. Já, það náttúrulega framboð að fara, bæði Píratar og hinir Kópavogs sem að þið hefðu nú átt að eiga möguleika á að krækja í kjósendur þeirra. Já, Samfylkingin hefur ekki átt mjög greiða leið að meirihlutum í kraganum yfir höfuð, bara frá því hún var stofnuð, við skulum bara halda því til haga. Það voru væntingar það að myndi mögulega ganga eitthvað staðar. Og ég held að sáum alveg bara hvernig það fór í Hafnarfirði og oddvitinn þar axlaði þá ábyrgð bara mjög mannarlega í viðtali í nótt að þetta væri bara on him eins og hann orðaði það. Þannig að þetta er bara svona, þetta eru 17. kosningar, þetta
Þetta eru rosalega ólíkir bardagar sem eiga sér stað út að þetta snýst nærsamfélagið víð land. Það eru stórir sigrar þarna fyrir Samfylkinguna í Norðurþingi, náðum góðum árangri á Akureyri, fínum árangri með á Ísafirði. Það er svona eitt og annað sem, og Fjarðabyggð eftir að Fjarðalistinn hætti að bjóða þar, mjög góður árangur þar. Þannig að og svo síður í sérstaklega. Já, þú taldir upp nokkuð svona gagnrýna Samfylkinguna fyrir Reykjavík. Nei, ég held að ég bara, ég held að þetta blasa alveg við, og þetta er alveg eins og með þegar þú ert með kannski ríkisstjórn sem hefur setið lengi og það myndast bara svona valdþreyta. Samfylkingin hefur núna verið í 14 ár að leiða í Reykjavík, og aftur eins og ég sagði á hann, frá meir og minna frá 94 og tekur þetta tímabil sem Ingibjörg Sólrún var að leiða R-listan. Þannig að borgin hefur þetta mótast mjög mikið af þessari pólitík, og það var komið upp bara mjög bersýnileg mál sem fara öfugt ofan í marga, og þetta var alltaf brekka. Það er alveg augljóst, og það er þannig alltaf þegar þú situr lengi að völdum að þeir eru að verja verkið þín, og það voru gera tilraunir í prófkjörunum okkar að svona fá inn nýtt fólk sem talaði fyrir ákveðnum breytingum. Það er líka bara flókið að tala fyrir breytingum þegar þú situr við völd, sko. Þannig að ég ætla líka bara að taka undir það sem Svanborg sagði áðan, það sem gerist og breytir stöðunni mjög mikið er það að Sjálfstæðisflokkurinn, hann gerir bara vel í sínum undirbúningi. Það voru búin að vera innan megin þar. Flokkurinn var mjög stór, svipaður að stærð 2014 og 2018, og þótti þá, fann ekki leiðir til þess að mynda meirihluta þá, en náði að búa til samstilltan hóp núna sem er með svona hófsama frjálslynda hægri áferð, og það bara var greinilega það sem fólk vildi frekar. Tómas Morgi, bara óskaði til hamingju. Ég held að meir bara algjörlega gera það. Já, það gerir það. Bara, takk fyrir, og bara sjálfstöðismönnum og konum gervallt Ísland, og svona þessum kannski stærstu sigurum okkar, auðvitað sjálfsögðu Hildi Björnsdóttur sem var náttúrulega stórkostlegan sigur í gær, Ásdísi. Ég var hrikalánaður með að sjá svona þrátt fyrir svona ýmislegt sem var í gangi í Vestmannaeyjum, að Eyþór skildi nú hafa það, meirihlutann þar og fleiri stöðum. Bara algjörlega stórkostlegt kvöld í gærkvöldi og nótt, sýndi sem það sem allir vita, þrátt fyrir að það sé náttúrulega sé mikið þjóðarsport hjá vinstrinu að skilgreina okkur sjálfstæðismenn sem svona sá hægri maður sem horfir hvað mest á samstöðuna, og einlægur aðdáandi Gunnars Smára sem maður náttúrulega gerir lítið annað en að svona útskýra fyrir okkur sjálfstæðismennum hvað sjálfstæðisflokkurinn er og tekst ágætlega? Já, bara mjög gaman, ég er alltaf gaman. Það er að skilja það, sko. Og Þórður Snæri gerir svona kannski eina grein á viku hvað við erum, en þá það dylst engum að sjálfstæðisflokkurinn er stærsta stjórnmálaafl á Íslandi, svo munar, þetta þarf ekkert að ræða neitt frekar, þú getur sett alla sveitarstjórnarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstris, Framsóknar og Miðflokksins til samans, og þeir eru samt ekki með jafnmarga sveitarstjórnarfulltrúa. Það er yfir 50% af. Þetta eru 42 sveitarstjórnarstiginu. Þeir eru ekki stærstir á þingi. Það eru ekki, en stærsta stjórnmálaaflið allan á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að þetta var bara æðislegt kvöld, stórkostlegu sigur í Reykjavík, rétt sem að Þórður segir með valdþreytuna, en ég vil líka svona kannski benda á það að valdþreyta náttúrulega kemur líka út frá því þegar völdin sem eru kannski ekki að standa sig, og þessir ágætu stjórnmálaflokkar hér sem við erum að berjast við á þinginu hafa gert mikið af því, og á mörguleiti réttilega benda á síðustu 7 ár sem að við vorum í ríkisstjórn, það var erfitt, og enda sáum hvað gerist í síðustu kosningum, og nú eru aðrir flokkar við völd. Það var ekki mikil þreyta í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, hann var kosinn aftur og aftur, Davíð Oddsson í borgarstjórn á sínum tíma á Sjálfstæðisflokkurinn, þannig að bara til að taka undir með Þórði, þá var þetta bara búið að vera virkilega bara lélegt hjá meirihlutanum í borginni, og bara eðlileg þreyta þar. En ég ætla bara að vera á uppbyggilegum nótum, þetta var ótrúlega gaman í gær, og bara flottir sigrar allt land, og einstaklega skemmtilegt að sjá sigrana sérstaklega í Kópavogi, Reykjavík og Ölfusi, það sem að svona árásir Samfylkingarinnar og forsætisráðherra hefðu beinst hvað mest. Ef maður tekur saman, ég var að leika mér að því að taka saman höfuðborgarsvæðið, þá var samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks 32% 2022, en er núna 48,6 eða 49%. Mér finnst það alveg ótrúlegt.
Finnst þú það ekki? Þú finnst þetta eðlilegt, ég veit það. Nei, ekki eðlilegt. Mér finnst þetta. Þú veist, af hverju er þetta eitthvað óeðlilegt með... Þetta bara langt frá því sem raunin í landsmálunum. Já, en til þess að þeir náu svona stöðu þá þurfa hinir raunverulega ekki að ná því sem að þeir hefðu átt að ná, skilur. En það að myndast svona, hvað var að segja, það er rosalega lítill samhljómur ef við skoðum síðustu skoðanakönnun Gallupar daginn, síðasta þjóðarpúls. Þá er Samfylkingin í Reykjavík með 35% fylgi, bæði Reykjavík söður og Reykjavík norður. Í skoðanakönnunum, er Samfylkingin, ef ég fæ aðeins að sletta above and beyond, stærsti stjórnmálaflokkurinn í Reykjavík. En svo sjáum við tölurnar í gær að þetta speglast ekkert yfir. Á sama tíma erum við vissulega búin að vera í mikilli sókn upp á síðkastið, við erum farin að klukka 20%, en svo fyrir Hildur Björnsdóttir með þetta í 30 og hvað enda þetta, 31,4? Ég heldur að það nær 15% eftir 20 þegar það verið að spyrja afstöðu Reykvíkinga í landsmálunum. Já, fyrirgefðu, það er hárrétt, afsakið, ég var að tala um að... Hún er að ná tvöfalda... Hárrétt, hrikalega góð punktur, ég bara segja þetta svona þjóðarpúlsinn versus svona borgin, þetta á ákveðin engan samhljóm. Samfylkingin kannast auðvitað við þetta. Þetta var svona hjá henni í mjög langan tíma, bara tvöfalt og rúmlega tvöfalt stærri á borgarstjórnarleveli en í landsmálunum. Nú er það öfugt. Og kannski ég held ég að nú séð eitthvað mynd hjá þér á samfélagsmiðlum þar sem þú varst að klukka hvenær Sjálfstæðisflokkurinn hefur dottið úr ríkisstjórn og hvaða áhrif það hefur haft á fylgjast í borginni. Ég var að reyna að skjóta því inn sem að gleymi svolítið umræðum með þessar sveitarstjórnarkosningar að ríkisstjórnin hefur töluverð áhrif og náttúrulega mest í Reykjavík og það er eiginlega allir stórsigrar Sjálfstæðisflokksins eru unnir þegar Sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn og gleymist oft feril Davíðs Oddssonar, hann naut þess að hafa meira og minna vinstristjórnir eða Gunnar Thor sem hann var að klíma við. Mér finnst það mjög áhugavert. Ég bara hefði ekki verið að pæla í svona mynstri en þetta var alveg vel aðtöða. Já, þetta er reyndar alveg þekkt mynstur bara víða heim að þú kýst ekki, þú ert að reyna, fólk kjósendur einhvern veginn að reyna að valda jafna. Já, en Svanborg og Þórður, það er eins og að þið hafi ekki frétt af þessu. Þannig að þess að plani hjá ykkur báðum flokkum var það að nýta byr ríkisstjórnarinnar og ná góðri fótfestu inn á sveitarstjórnarstiginu, Samfylkingin að rjúfa sig út úr Garðabæjarlistanum og fleira til þess að vera í eigin nafni, þið að bjóða fram raunverulega víðar heldur en kannski hefði verið ráðlagt. En báðu verið það að trúa því að meðbyr ríkisstjórnarinnar myndi gefa ykkur góða niðurstu í sveitarstjórnarkosningunum og við gömlu menninu voru að segja býtu, það verður kosið í maí. Ríkisstjórnin verður ekki með meðbyr sem hún er með núna í október eftir skammir stjórnarandstöðunar við sumar í þinginu. Þetta verður ekkert staðan í maí, þvert á móti. Já, ég er bara alls ekki sammálaður. Ég gerir mér alveg bara fullkomna grein fyrir því að kjósendahópur okkar til Alþingis er ekki sami kjósendahópur og hefur kosið okkur í sveitarstjórnum. Það er óbúslega margir sem að sjá okkur náttúrulega sem svona ESB-flokk meðal annars og skilja ekki alveg hvert hlutverk okkar sem frjálslyndisflokks á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við höfum verið að reyna að styrkja og við náðum bara að styrkja okkur töluvert á sveitarstjórnarstiginu núna og ætlum að gera bara betur næst. Það hefur ekkert með að nýta meðbyr ríkisstjórnarinnar, það var ekki markmiðið. Markmiðið var að sýna fram á hvað erindi við hefðum á sveitarstjórnarstiginu. En Þórði var það ríkisstjórnir því að ég sá fyrst og fremst auglýsingar frá Kristrúnu Frostadóttur. Tómas fór yfir það áðan að Sjálfstæðisflokkurinn er langsterkasti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og það er vegna þess að hann er auðvitað bara stofnun í íslensku stjórnmálum, hann er með mjög mikla rætur og reynslu og grasrót hringinn í kringum landið sem hann getur virkjað og býður fram í eigin nafni á öllum þessum stöðum, hefur gert það mjög lengi. Þess vegna er hann með yfir 120 sveitarstjórnarfulltrúa. Ef flokkur ætlar að vaxa og vera alvöru afl, þá þarf hann að vera með svona grasrót og svona stofnanir hringinn í kringum landið. Þegar Samfylkingin er búin að ganga í gegnum það sem hún gekk í gegnum í oflangan tíma með oflítið fylgi, þá koðnaði mjög mikið þessu niður og það þarf að byggja þetta aftur upp. Ein leið til þess
að virkja grassrót og búa hana til og formfestana að bjóða fram í eigin nafni í sveitafélum. Og vinna sigra. Það já, ég meina þeir unnust hér og þar. Eins og til dæmis þú talar að fara út úr út úr svona sameiginlegum listum. Ég meina Fjarðarlistin sem var búin að vera til frá 10. áratugnum, þar náðist bara mjög góður árangur. Ísafjarðarlistin? Já, Ísafjarðarlistin, þar leið inn í meirihluta. Já, oft eru þau bara að ná kannski helming, 2/3 af þessu fylgi sem losnar. Já, en þú veist, þetta er allavega bara hugmyndafræðin, það er að byggja upp stóran og öflugan stjórnmálaflokk, að vera með virka starfsemi út allt land. Og það er hugmyndafræðin það að vera alltaf að fara hring eftir hring að hitta þetta fólk og það er það sem Kristrún gerir og skilgreina hann svona dálítið sem stjórnmálmann, að hún er alltaf að fara hring eftir hring og halda þessu opna fundi og hitta fólk og tók bara mjög virkan þátt í þessari baráttu og fólk má finnast bara það sem það vill það, en þetta er það sem hún gerir og þetta hefur hún gert áður hún var formaður, hún fór að gera þetta þá bara sem þingmaður að fara í þessar ferðir og það er ekki nýtt við það. Þú veist, að hún gerir það, en þú veist, svo bara hafa menn skoðun á því hvort að þetta sé eitthvað sem við eigum að gera eða ekki, en þetta er það sem flokkurinn augljóslega að gera, hann bara að reyna að stækka sig sem stofnun og vera með, ég meina bara líkari hefðbundum stjórnmálflokki, að vera ekki, þú veist, bara bundir í höfuðborgarsvæðið, vera með virka grassrót út allt land, svona þú veist, þáttaka eins og var núna í aðdraganda þessar kosningar, það skiptir bara miklu máli. Ég meina það gerist það að við fáum, Samfylkingin fær hærra hlutfall atkvæða en Framsóknarflokkur sýndist mér á metlið þegar tóku fram, þegar voru að taka saman. Framsóknarflokkurinn fær fleiri sveitarstjórnarfulltrúa, eru ennþá með fleiri en Samfylkingin fær fleiri atkvæði. Þannig að það að stækka svoleiðis á sveitarstjórnarsinn, það er bara mjög gott fyrir þessa vegferð sem í gangi, en það er augljóst aftur eins og bara Tómas fór yfir á hann og sjáum bara á tölunum þegar Sjálfstæðisflokkurinn venjulega 120 til 130 sveitarstjórnarfulltrúar, það er auðvitað langt í land að ná þeim á þessu leveli. Það þarf ekkert að gaslýsa það, skilur. Það er bara þannig, hann er langsterkastur á sveitarstjórnarstiginu og hann hefur verið það alltaf. Það er bara þannig, síðasta 2018, það fór inn í 113, það var versta niðurstaðan bara sem Sjálfstæðisflokkurinn fengi frá 74 eða eitthvað, skilur. Þetta er bara, ef þú ætlar að keppa þarna, þá verður að keppa þarna. Þetta er svo valdeflandi sunnudagsmorgun að ég er bara hrikalega ánægður með þetta, það er eitt í þessu, öðruvísi sem áður bráði ég ætla að fara að taka undir með Þórði, en ég skil hann og Samfylkinguna bara rosalega vel. Það er búið að vera rosalegt svona nýja brum og svakalegur drifkraftur með Kristrúnu Frostadóttur sem er óumdeilt vinsælasti stjórnmálamaður í Íslandi í dag. Og mér finnst bara mjög eðlilegt og ekki neinum skeytingi en eitt að segja að bara þú veist að þessi nýju öfl Samfylkingarinnar nýti þennan meðbyr til þess að kljúfa sig út og reyna að búa til flokk á landsvísu. Af hverju ekki? Þú veit að mælast með einum tímapunkti 30% í landsvísu, af hverju þetta ekki gera þetta? En svo náttúrulega þurfa líka nýöfla að hlaupa að sér hornin og það sem að ég held að Samfylkingin hafi lært til dæmis á þessu með þessari hringferð Kristrúnar sem að gera þetta rétt og er hárrétt sem að Þórður segir, hún fór sem þingmaður og fór sem formaður og hefur gert mikið af þessu og það er enginn að gagnrýna það, þvert á móti hefur hún gert það stórvel. En þegar forsætisráðherra lýðveldisins röltir inn í hvert bæjarfélag á fætur öðru, alveg sama hvort að fólk kjósi Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin, Viðreisn eða hvað listan eða hvað sem að þessi öðruvísi, þessi hinframboð heita allt land, að rölta inn í bæjarfélag og vera í svo litlum tengslum við landsbyggðina, að rölta inn í bæjarfélag eftir bæjarfélagi, að segja að allt sé ómögulegt. Saman þótt að sé bara pólitísk skot sem eru bara mjög eðlileg. Þetta er pólitík, við erum í pólitík. En ég held að það bara sést mjög svart og hvítu og ég sér alveg bara á tölunum að þetta var sér bara mælt í nótt að fólk hefur ekki húmor fyrir þessu. Þó sett vinstri maður, hægri maður, miðjumaður, krati, sjalli eða hvað svo vilt kalla þig. Þegar forsætisráðherrar röltir inn í bæinn og segir allt sé ömurlegt, það er bara ekki húmor fyrir þessu. En var hún ekki að selja þeim sína stefnu? Það var tilraunin sem að bara gjörsamlega misefnaði svo ummunaði sérilagi Ölfusi og Kópavogi. Var sem sagt á gagnrýnin við fólkið á hinaflokkana en var ekki að selja Samfylkinguna. Það er mín skýring á þessu og tölunar. Kannski að utan að komandi maður megi ekki gagnrýna okkar sveitafélag. Nei, það er alltaf þannig. Þú veist þegar það við farið landið á ykkar mátulega löngu ævi. Það hefur engin landsbyggðarmaður eða kona húmor fyrir því
og hvað þá þegar stærsti valdamesti stjórnmálamæður Íslands sem að mögulega bara hafa örugglega mikið svægi fyrir. Þetta nú svona grundvallaratriði. Já, ef ég fæ að verja Þórður örlítið þá held ég að Þórður, held ég að sérta sko í röngum landslutum þegar þú ert að tala landsbyggðina vegna þess að Samfylkingunni gekk bara nokkuð vel í landsbyggðinni. Bara, já, verð ég að segja. Já, stórvel í Ölfusi, alveg. Nei, ég menna það er 30% í Ölfusi. Já, en sko árásirnar á Sjálfstæðisflokkin skiluðu sko svakalegu fylgi til Sjálfstæðisflokksins. Það er sér að menna, sko. Það voru bara 2 flokkar þarna. Það er svo búmerang hjá henni. Sjálfstæðisflokkur fekk 70%. Það er mín skýring, ég er ekki að segja um sér rétt, þetta er mín skýring. Ég vænti þess að það sagði það svo sem Kópavog og Ölfus og ég meina í Kópavogi þar voru mikið gagnrýnt sérstaklega Sjálfstæðisfólki fyrir það að leggja áherslu á lögfestingu leikskólans, kynna það fyrir utan Jysk í Kópavogi og að það væri svona einhvern veginn svona óviðeigandi aðkoma forsætisráðherra að þessari kosningabaráttu. Sem það var. Já, ok, við verum bara að vera ósammála um það. Það hefur verið stefna Samfylkingarinnar árum saman að lögfesta leikskólastigið. Það er kosningaáhersla fyrir síðustu þingkosningar, þá ekki að koma neinum á óvart að það sé stefna flokksins. Það var valið þarna eins og hefur valið til dæmis fyrir síðustu þingkosningar, það var farið fyrir utan stórmarkað á Egilsstöðum til þess að kynna kosningaáherslurnar þar fyrir þingkosningarna. Það var valið núna að fara út í Grand, meðal annars til þess að sýna að Samfylkingin er ekki einvörðungur Reykjavíkurflokkur. Það er svona hluta hugmyndafræðinni. Svo bara geta menn haft skoðunar á því hvort það tekist vel til ekki. Ég meina í Kópavogi bætti flokkurinn verulega við sig fylgi en náði sannarlega ekki þeim markmiðum að vera í möguleika að komast í meirihluta sem var markmið. Í Ölfusi fór Kristrún á banka á dyrin sem hún gerði annars alls. Það var aðkoma hennar að Ölfusi. Og svo er samstarfsmaður minn sem er úr Þorlákshöfn sem skrifaði grein sem fór mjög fyrir brjóstið á mörgum þarna. Ég skil ekki af hverju sem eru úr nærsamfélaginu megi ekki hafa sína skoðanir að jafnvel þótt er vinni fyrir þingflokk. Ég veit að Tómas hefur alls konar skoðanir á nærsamfélaginu okkar sem við deilum að einhverju leyti. Þannig að og við heldum við sem alveg óhrættir við það að segja hvað okkur finnst það, hvernig það er að þróast. Og mér fannst þetta svona nett komist hvað viðkvæmnin fyrir því að hann Arnar minn sem er nú bara uppalinn og við búið þarna mjög lengi og alla rætur þarna megi ekki segja sína skoðun á því hvernig nærsamfélagið er. Þannig að mér finnst þetta svona dálítið yfirdrifið að þetta sé eitthvað svona ægileg og óviðeigandi afskipti. Þetta er formaður að styðja flokkins. Það er ekkit flóknara það. En hvað áhrif hefur það í pólitík að sterkur stjórnmálamaður eins og Kristrún tegi sig eftir sigri en nær honum ekki? Þú verður til að vera laus við það. Já, það verður en ekki. Guðrún tegði sig ekki eftir neinu sigri, hún var eiginlega ósýnileg. Já, sko, hún svona gerði þetta aðeins öðruvísi. Hún algjörlega öðruvísi. Já, hún fór hringinn í kringum landið. Hún heimsátti hvert einasta sveitafélag sem var að taka þátt í þessari sveitastjórnarkosningum í þessum. Allar nema Vestmannaeyjar þegar bara samgöngur eru þannig og hún afhendir nú öllum kampavínsflösku en ég fekk nú þann heiður á miðvikudaginn að afhendir nú Eyþóri harðar kampavínsflöskuna þar ég fór nú og var svona að reyna að slá og létta strengi þar. Sko, já, hún fór svona bara svolítið svona mildislega yfir landið, bara hitti alla en var vissulega svona fyrir leikmannin að sjálfsögðu, ég tek undir með því að svolítið, ég ætla ekki að segja ósýnileg en hún var bara svona styðja við og gerði kannski meira á staðnum heldur en að vera eitthvað að blanda sér í þetta en það hefur það svo sem ekkit og aftur ég skil fullkomlega vel að Kristrún Frostadóttir hafi beitt svona sinni sko ásjónu bara algjörlega, ég er ekki að gagnrýna það, alls ekki en Guðrún bara leyfði fólkinu, sjálfstæðisfólkinu all land að skína þessar 2 vikur sérstaklega sem að hittin og þungin og kastljósið var á sveitarstjórnarstiginu en hún fór visslega og hitti hvert einasta framboð nema eitt og það var nú bara út af Landeyjahöfn. Út af Landeyjahöfn? Landeyjahöfn. Höfnið sem að sýta niður. Það er ekki fyrir Herðu, það var sjálfstæðismaður áðan, Árni Helgason sem er dottinn á þing eftir að formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins sagði af sér. Kemur inn í kragann. Hann taldi að það væri neyðarfundur hjá ríkisstjórninni út af niðurstöðum þessara kosninga. Og ekki síst út af vondri stöðu Flokks fólksins sem að bauð nú bara fram á einum stað í Reykjavík. Virðist ekki hafa svona stofnanarlega innviði til þess að bjóða fram á Akureyri þar sem er höfðumann
Þannig að hann verður mjög veikur svona að þessu leiti sem að þið viljið ekki. Já, mér finnst þetta. Já, ég kannast ekki við þetta. Við erum bara að orða það. Ég hef ekki, eftir því sem að ég best veit, þá minn formaður bara heima í sér að ringja í oddvitan okkar og... Þannig að þetta verður engin afleiðingar, 17. kosningarnar hafa engar afleiðingar inn í landsmálinu? Nei, það held ég ekki. Þetta er ekki samanlega því? Ég held ekki. Hvað segir Saga til sem allt munið? Það er mjög sjaldan, sko. Ég var eitthvað að reyna að halda þið fram í náðan að þetta hefði eiginlega engin áhrif, sko. Þetta hefur engin áhrif, ég veit ekki hver að það verið. Einu áhrifin sem að ég man eftir þetta hafi einhvern mann haft var þegar kom alveg arfalélegt gengi Framsóknarflokksins eitt árið og Halldór sagði af sér. Og orðin mjög þreyttur í sínu embætti og sömuleyti tók bara tækifærið að þetta var flóttaleið. Að skipta. Þeim að Viðreisn bætir í heilsinni aðeins við sig. Samfylkingin missir Reykjavík eftir langa dvöl en samt náttúrulega prímus mótorinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi bara út frá stærð. Þannig að ég svona þáttur að vera að kapna hérna úr þóragliði. Það er nú bara að taka undir með þeim. Ég veit ekki hvað svona alveg kannski almennt hvað þetta ætti að gera allan í svona hvað ég var að segja, í short-terminu sko. Flokkur fólksins var með Flokkur fólks bóð fram á einu stað. Bóð fram í Reykjavík. Og mjög seint mjög seint og þú veist það eru þetta með oddvita sem fór í gegnum brókjör hjá okkur þar fyrir utan þannig að þú veist þetta ég umgengs nú félaga minna eins og þið vitið við sem minnum í þinginu að þetta er nú eins og vinnustæður sko fyrirkomulagið í smiðjunni á húsinu að við erum bara saman á hæð þetta er svona dálítið þess að mæta bara sem skrifstofamaður í vinnuna á mótnan og þetta eru allt vinnufélagarnir og þannig að það er rosalega mikill samgangur þetta er ekki svo að þetta var áður þegar skrifstofur flokkana voru dreifð allan Austurvöll og mismunandi húsum við erum bara öll á sama stað með sama kaffikrók og allt þetta ég er í daglegum mjög nánum samskiptum við félaga mína í Flokki fólksins og ég er nú nokkuð vissum að þeir varu búin að láta mig vita og Heimir má sérstaklega með mjög skýrum hætti ef það var eitthvað sem hann hafði miklar áhyggjur af sko. Heimir er ekki maður sem liggur mikið á skoðunum sínum Já, það fyrir nú kannski, ef það hendar mjög illa þá kannski deirar. Ef ég spyr aftur úr svona sama ranni, ég vona Tómas, eðilegið ekki fyrir mér aftur, þá er ég að draga úr því að ég er að spyrja svona frá ysta hægrinu. Niðurstöðu kosningarnar eru það veikar fyrir ríkisstjórnarflokkana að þetta er svona mat á því hvort að þeirra stefna svona almennt til þess að leiða þjóðina, hvort að það sé vinsælt og þjóðin láti þessa flokka leiða sig. Að þetta mun leiða til þess að atkvæðagreiðslan Evrópusambandið, það verður erfitt fyrir ríkisstjórnarflokkana að ná því í gegn. Akkurat það vera. Af því að þið hafið veikst við þetta. Að það flokkarnir sem eru í andstöðu við að verði kosið Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur er að fá rosalegan byr frá almenningi. Já, en þetta er náttúrulega líka ákveðið svona PR-plott hjá Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og Framsóknarflokki sem hafa náttúrulega verið að vita að þetta er til umræðu í næstu viku á þinginu og er að nýta þetta til þess að ýta undir sinn málflutning í því að þetta sé allt saman ómögulegt sem það er ekki. Vegna þess að þá almenningur svarar því og tekur undir með þau. Já, en almenningur var ekkert að kjósa ESB. Almenningu var að kjósa nærþjónustu. Mér fannst það aldrei fyndið að þið hlustuð og ég hlustaði alveg ógreina á einhverju svona oddvita umræðum núna í sveitarstjórnum misáhugaverðar og hluta til hringferð MBL teimisins sem fór víða og þeir voru alltaf að spurja sveitarstjórnarfulltrúana Evrópusambandið og það var aldrei fyndið vegna þess að þeir voru eiginlega svona flesti bara, af hverju er ég að svara spurningu þetta? Þetta hefur ekkert með það að gera sem við erum að takast á við hérna. Sveitarstjórnir eru ekki bara að sækja aðild að Evrópusambandinu? Ég skil tilgátuna sem við reyna að varpa hérna fram, en mér finnst þú mjög langsótt. Sem ég er að endurtaka. Mókin er svolítið sérstakur í forsetakosningunum þá vildur spila þungunarof. Þannig að Mókin getur svolítið tekið svona skringileg máli. Er þetta stuðningur meðal almennings að því að sumuleyti til þessi Reykjavík var kosningabaráttu ykkar, Framsóknar og Miðflokksins stilt svolítið upp að þetta veru flokkar sem að vildu segja okkur hvernig við ættum að hegða lífi okkar og væri alltaf með okkur lausnir. Það meina þið værið hvernig málsvarar bara venjulegs fólks og venjulegum bílum sem varu leiðir á því að láta skipta sér af sér. Hvort er þessi púlsmæling sem að þessar sveitarstjórnarkosningar voru styrkflokkana í samtali við þjóðina
mun þetta íta undir það að þið verði harðar í því að tefja fyrir eða jafnvel koma í veg fyrir að það verði kosið áframhaldandi viðræður? Sko, nú hef ég ekkert umboð til þess að svara þessari spurningu svona grundigt. Ég er mjög spenntur. Bara að byrja að skrifa niður. Sko, til að svara hluta af þessari marglaða spurningu og þá náttúrulega sjálfsögðu gerir þetta mjög augljóslega Sjálfstæðisflokkin mun sterkari í dag heldur en var í gær. Það segir sér bara sjálft og tölunar tala sínu máli. En aftur, þú veist, náttúrulega á endanum það síðan þingmennirnir 14, Árni og hinn 13 Árni sem var hérna áðan og hinn 13 sem að nú fara að bera hitan og þungan af þessari umræðu sem að kemur nú til dagskrá eftir 2-3 nefndardaga þegar svona, ef að segja, loka spretturinn fer á stað við Kirkjustræti. Sko, svo þú ert svona hérna eins og ég talaði hérna áðan, mjög duglegur í að svona skilgreina okkur og segja hvað við erum að fara að gera og hvað við erum. Sko, hefur enginn talað að stöðva eitt né neitt. Það er búið að tala það að breyta spurningunni, við höfum talað það að fresta, færa þetta aðeins aftar. Annað hefur ekki verið í deiglunni. Hvað gerir svo þegar við komum inn á þing, verður bara að koma í ljós. Ég meina, umræður ekki hafnar, það er ekki búið að taka þetta út úr nefnd, það er ekki komið nefndar álit, sko, nú er bara þessi, ég ætla ekki að segja slagur, nú er bara þessi umræða að fara á stað, bara þessi heilbriða þinglega umræða sem við höfum bara öll hlakkað til. Hún er ekki alltaf heilbrið og þinglega. Þetta ljóma bara mjög vel, ég er bara mjög til í þetta. Já, þú veist, ég meina, þessar forsendur, við getum bara hlakkað til uppbyggilegar málefnalegar umræðu núna næstu vikur. Svona að minnstakosti frá hendi Sjálfstæðisflokksins. Þetta er ekki endilega reynslana og þinginu. Ég held bara, sko, það er ekki góður bragur af því að ætla að fara að beita einhverjum pólitíska klækjaleikjum eða málþófi til þess að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að ég efast mjög að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur að minnstakosti muni fara niður þann veg. Svo sjáum við til hvað Miðflokkurinn mun gera. Ég held mögulega ef að Miðflokknum hefði gengið síður í sveitarstjórnarkosningunum, þá hefðu þeir kannski séð svona meira leik á borðið með því að búa til eitthvað pólitískt leikhús úr því sem er framundan næstu vikunar. En þeir bættu verulega við sig og eru svona á kannski svipari vegferð og Samfylkingin það að styrkja stoðirnar víða land, byggja upp grasrót. Og tókst það mjög vel. Mér sýndist nú Sigmund Davíð bara vera mjög hamingjusöm með sjálfan sig í morgun. Þannig að þú veist, kannski viktar það þá inn í að þeir svona dregur úr löngun þeirra til þess að fara í það pólitíska leikhús og þeir eru auðvitað oft með slíkar uppsettingar í kringum allt sem snýr að Evrópu. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að vera vongóður það að vera bara tekist málefnalega og kannski hart á það hvort og hvernig eigi að fara í þessa vegferð, en byrja bara gæfa til þess að skilja síðan þar eftir og leyfa fólki bara kjósa. Það er ekki þannig. Þeir eru innst í hjartað sínu, það eru bara móti að við sægjum og vilja alls ekki þessa atkvæðagreiðslu og margir Sjálfstæðisflokknum líka. Þannig ég spái bara löng og leiðileg málþófi. Mjög heiðarlegur með það og aftur, ég hef ótrúlega gaman að þessari skilgreiningu hér alltaf. Nú ert þú búin að gefa þér eitthvað forsendur, og nú ert þú búin að gefa þér eitthvað gerist. Sjálfstæðisflokkurinn á móti eingöngu í Evrópusambandið. Það dylst engum. Enda höfum við sagt og allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins, formaður og varaformaður og allir, að við viljum bara fá spurninguna viltu gangi í Evrópusambandið já eða nei, en við ráðum því ekki, því að þannig virkar ekki þingleg meðferð nákvæmlega. Það er málið. Ekki það sér að segja, þannig að við viljum samt sem áður fá alvöru umræðu þetta og við viljum takast á að sjálfsögum hvernig meðferðin á þessu hefur verið hingað til. Þegar nú eftir að hafa nú fengið og muni fá fólk sem stendur þessu nær, þannig ég ætla ekki að fara að tala ofan í það fyrir Guðlu og Þóru og Dilja og sem hafa verið fremst í broti í þessu hingað til. En það breytir því ekki þessi ég veit ekki hvort við ætlum að fara að detta inn einhverju ESB umræðu Það er þessi kostingar Ég veit það, en þú veist ég er bara að segja að okkur finnst náttúrulega þessi dagsetning algjörlega galin. Það verður lagt til að hún verði færð. Svo verður það bara tekist á það, en þetta er meiri hlutin, grænu ljósin. En alveg óháð dagsetningunum, það veist mér bara
frábært að þið viljið spyrja eigum að gangi Evrópusambandi já eða nei. Það er alltaf sagt. Vegna þess að það ekki hægt að gera það fyrir við komum með samningi hendurnar og vitum hvað það velur í sér að ganga í Evrópusambandi. Það er náttúrulega hægt sko. Það er náttúrulega hægt. Þetta er náttúrulega bara svona framlenging og svona lenging og ferli sem við þurfum ekkert að fara í sko. Þú ferð ekki í einhverja svona samningaviðræður. Þetta verður svona. Já, ég veit. En þú veist, ljósin eru græn. Sko það eru 36 græn ljós sem að stýra þessu endanum skilur. Þannig virka lýðræðið. Já, en það bara til að slúta ESB-umræðina, það er bara mjög mikilvægt finnst mér að við fáum að vita. Hvað er ekki inn? Hvað sér? Nei, það er bara mjög mikilvægt að við fáum að vita hvað þetta snýst alls saman. Þannig við getum tekið upplýsta afstöðu í því hvort við viljum segja já eða nei við því að ganga í Evrópusambandið. Ég held við verum margsvísari í vikunni þegar álitin kom öll frá utanríkismálanefnd. Hvenær verður það? Það verður í vikunni. Þannig þá munum við sjá hver afstaða allra flokkana verður. Það kemur mér án þess að ég veit það kemur nú ekki óvart þótt að það verði örugglega slatti af minnihluta-álitum. Það verið enginn saman á sína skilgreiningu og innrömmun á þessu. Tómas tíðrætt það að þið séu að skilgreina hlutina. Þetta snýst dálítið mikið það. Pólitík dálítið þannig að þú ert að reyna að ramma hlutina inn eftir þínum forsendum. Og svo bara vonandi ber okkur gæfa til þess að eiga góða og innihaldsríka og heiðarlega umræðið þetta allt saman og svo komumst við einhverju niðurstöðu sem allt annað. Þegar við erum með fólk sem að telur það vera eitt af það mikilvægasta sem ég geti gert í lífinu vera að koma í veg fyrir að Ísland gengi í ESB, þá er ég yfirleitt til í að gera eiginlega hvað sem er. Ég get til í að tefja, verið til að vera málþóf, mér ber eiginlega að gera allt sem í mínu valdi stendur til að koma í veg fyrir þetta. Og það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvort að vorþingi verði þannig og kannski öll önnur mál sem að ríkisstjórnin ætlar að reyna að koma í gegn verði hent eins og gerðist í fyrra til þess að koma ykkur einu mál í gegn. Já, það má náttúrulega minna það að sko, þetta er spurning hvort við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda einhverju áfram. Umræðan það seinni umræðan það hvort við ættum að sækja aðild að Evrópusambandinu tók heilan dag, einn dag á þingi. Stóra spurningin í þessu samt og það sem verður fróðlegast að vita núna á næstu dögum hvort að ríkisstjórnin muni vegna svona þessara stöðu af því að nú maður búin að heyra í mörgum marga vini verist og svona og fólk virkilega svona velta því fyrir sér hvort að þetta sé réttur tímapunktur, hvort að eigi að fresta sig jafnvel fram á haust. Þannig að ég veit að við fáum nú ekkert skýrsvör. Ég veit ekki við hvað fólk kann að tala í viðreisn og það er eitthvað bara krísufundinu sem er í gangi sem Árni var að lýsa og hann er að skilgreina. Þetta er meira spurning. Kemur það til greina Ég tel tala við töluvert mikið fleiri viðreisnarfólk heldur en Tómas og bara það hefur enginn nefnt þetta. Þannig að þetta verður bara haldið áfram með þetta og nóttin hefur ekkert að segja með hvort þetta verður kert áfram ekki. Þetta er bara spurning, þetta er ekki skemmtilegt. Ég skil ekki af hverju það ætti að skipta einhverju máli hvort að við förum í ágúst eða hvort við förum í september. Skilur ekki mál. Eitt þráður sem var í kosningunum og fór víða, ekki bara í Reykjavík, var svona menningarstríðs þráður sem að miðflokkurinn svolítið svona byrjaði á. Til dæmis Ari var að reyna að þvoða af sér svona undir lokin. En miðflokkurinn fær hann er eiginlega sigurvegari kosninganna ásamt Sjálfstæðisflokknum. Það er bara þannig að ég tók saman höfuðborgarsvæðið og hann er að bæta við sig fylgi. Hann var með bara 2,7% en hann er komin upp í 11,4% þegar maður tekur þetta saman. Samfylkingi með því að kljúfa sig út úr Garðabæjarlistanum næra standa í stað. Næststærsti flokkurinn í Garðabæ. Það er ekki mjög samfylkingarlegt. Viðreisn bætir svolítið við sig en Sjálfstæðisflokkur bætir við sig 8% á meðan að miðflokkur bætir við sig 9%. Miðflokkurinn svona undir lokin á kosningabaráttunni fannst mér í Reykjavík sérstaklega að fannst mér svolítið svona finna taktinn sem að ég held að lagt hafi verið upp með til að byrja með þegar Ari Edwald kynntur til leiks. En hvaða máli skiptir þetta? Þú ert með inn í flokknum fólk sem er mjög ákaft í því að heyja hér mikið menningarstríð. Viðreisn lagði töluvert með því að vera andstæðingur og hafnaður miðflokknum út af þessu menningarstríðstali að eins og Ari hann bakkar. Ég meina var aðeins að fá mat ykkar á þessu. Það er ekki þetta er mjög auðvelt mat. Ég meina við sjáum það bara á internetinu. Ég meina fólk hefur frjálst skrifræði á veraldarvefnum og þar var bara verið að hjakkast í Ara miðflokksfólk er ég að meina, bara hans eigin fólk bara gjössa margir hverjir fóru bara af hjörunum eftir að hann
hóf þessa margt mjög svo fallegu ræðum dóttur sína þegar hann var eins og þú segir Smári að þvo þetta af sér og ég held að hljótu nú öll að vera sammála að hann meinti nú hvert einasta orð þarna. Ég meina, þetta er maður sem búin að vera með dóttur í þessu, sem sagt hinn segir dóttur bara langar hríð, en viðbrögðin voru svona, segja mann að þetta gæti orðið erfitt fyrir hann. Svo fannst mér bara dálítið spaugilegt að á kjördag í gær, þá voru miðflokksmenn að leggja fram formlega kvartanir yfir því að regnbogafánar og kjörstað var einhvers konar kosningar áruður sem voru beint gegn þeim. Og þú veist, á þessum að bara, hvert ertu komin? Hún búin að eyða einhverju viku að reyna að þrífa þér þennan stimpil. Og og aftur, og Tómas myndist á Ari Flutti, bara hjartnæma og persónulega ræðu sem ég held að margir hafi bara tengt við og svo gerði þetta suma innan hans flokks algjörlega brjálaða að hann væri einhvern veginn að svona fjarlægja sig frá þessu málstað og svo bara mæta þér að kjósa og sjá einhverja regnbogafána og þeir bara sjóða yfirum og fara að leggja fram formlegar kvartanir yfir því að þetta sé einhver áróður sem beint gegn þeim. Ég fannst eiginlega verst, þeir héldu fram í Kópavogi að regnbogafáninn væri merki Viðreisnar og þar að leiðandi var þetta pólitískur áróður og við erum alveg til í að taka á okkur regnbogafáninn, bara alveg sjálfsagt. En mér fannst eiginlega verst að Kópavogsbær var við því og tók niður regnbogafánan á kjörstöðum. Og bara mér hefði þótt bragur af því að þeir hefði ekki gert það. Myndir sem ég sá var bara hluti af svona leifar af einhverjum kennslu. Þetta var í Hagaskóla. Já, það sem hafi verið notað í kennslu, það var meðal annars einn veggur þar sem var verið að teikna svona mismunandi tegundir þessu, eða sögu þessa fána. Það var það sem að miðflokksmenn voru. En þessi hluti miðflokksins, hann mjög ákafur í því að sigur miðflokksins sé sönnun á því að almenningur vilji þetta og sé búin að nóa þessu vóki ykkur í Viðreisn. Það er trikki leikur að vera í svona hundaflauti. Þegar eins og miðflokkurinn er að vera, hann er að reyna að signala inn í þennan hóp sem það sem við skulum bara orða þannig, bara eru svona sem mörgu fólki finnst bara frekar anstíkilegar skoðanir og uppsetningar á því hvernig hlutin er að vera en svona alltaf á grenstunni kannski að reyna að fara ekki alla leið þannig að geti svarið af sér þegar við á og þetta er bara svo mikið jafnvægi að jafnvægislist að halda þessu og maður séð það bara nokkru sinnum sérstaklega hjá Snorra, þú veist, þegar hann er svona kannski að tala ógætilega þannig bara í góðu flæði og fer yfir einhverja línur og þá elska þessi hlutir á miðflokknum mann en þetta verður eitthvað svona þriggja sólarhringa news cycle það er allir brjálaðir alls staðar annars staðar eru í því og þá fer einhvern veginn miðflokkurinn út til þess að reyna að kæla það og þá verður upprunalegi ex-hópurinn algjörlega brjálaður og allir í menginu hjá Frosta Logasinni og eitthvað svona skilur þannig að þetta er bara ég hef svona alveg þetta höfður þetta ekki til minni sem málflutningur, mér finnst þetta stundum verulega anstíkilegt sem er verið að setja fram og svona mannfjandsamlægt en ég hef stundum alveg gaman að fylgjast með þeim reyna að halda þessu jafnvægi og þetta er mann flókin leikur að vera að flauta og passa því að þú farir ekki að syngja. Vegna þess að miðflokkurinn til þess að ná árangri þá vill hann halda þessum hópi en hann vill líka ná fylgi til dæmis út af ákveðni fórustukreppu sem verið í Sjálfstæðisflokknum, út af hruni Framsóknarflokksins, líka út af vandræðum Flokks fólksins sem að mælist mjög illa á landsvísu. Þannig að hann vil líka ná í svona bara þá sem að eru hægra megin í lífinu en treyst ekki þessu flokku vegna þess að það er eitthvað að hjá þeim. Þannig hann er að reyna að halda því en jafnframt þessum hópi. Einmitt, aftur, skilgreiningarferlið, ég ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir sé bara ég hef full leyfi til þess að kalla þetta út. Ég sé ekki betur en að Guðrún Hafsteinsdóttir standi bara mjög sterkt og það sé engin leiðtogakreppa innan Sjálfstæðisflokksins að ég heyrði vera að kasta þessu líka á Árna áðan. Varðandi miðflokkinn, ég ætla svona hálft í hvoru að fagna því að þetta svona fylgisaukning því að hvað voru 2 vikur í kosninga þegar mælist með 6,9 eitthvað svoleiðis og svona hann var að trenda niður á við. Þegar að Ari fer aftur bara að tala það sem hann var upprunalega fenginn til þess að tala það er að segja rekstur borg, hann kynntur sem rekstrarmaður, ekki einhvers konar menningarstríðs, ég veit ekki hvað, riddari, ef við erum að búa til einhver nýja orð á þessum fína sunnudegi. Þegar hann fer aftur bara einhvern veginn að tala rekstur og á lokametrunum svolítið sver af sér þetta sem að Þórður var að tala þá kemur fylgisaukningin,
Þannig að ég held að þú veist, þeir geti og þau verið svolítið ánægð með það en tala svolítið líka inn í það sem að Þórður var að tala þessi jafnvægislist verður jafnvel enn erfiðari sko. Við erum að reyta svo marga X-rittara til reyði núna sko. Ég hætti á X fyrir 5 árum sko, það var einn besta ákvörðun lífsmins. Maður sér til dæmis sko, þeir fóru svolítið harkalega þarna í menningarstríði í Mosfellsbæ og hérna náðu ekki árangri þar en Kópavogur og Hafnarfjörður kemst inn, þar voru þeir svolítið duglegir þarna í menningarstríðinu. Það sem ég hef pínu áhyggjur af, bara og hef almennt haft áhyggjur af, hvað við sjáum bara í könnunum, svona alþingiskönnunum, hvað það stór hluti sjálfstæðismanna sem að fara þarna í miðflokkinn og hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að elta miðflokkinn inn á þessa línu í staðinn fyrir að svona reyna að koma nær okkur í frjálslyndinu og bara af þessu hef ég haft áhyggjur. Það ekki fyrst og fremst í innflytjendamálum frekar heldur en málefnum hinsegin fólks? Það svona fyrst og fremst í innflytjendamálum, jú. Já, sem urðu ekki kosningamál. Nei. Það sáttur við að Ari hafi til dæmis reynt það með því að láta taka sig upp að hann ætlaði að gera stoppistöðun á Mjótörga vegna baráttumál Kjartans Magnússonar langar hríð. Já, þetta og sko þeir reyndu það náttúrulega líka í Reykjanesbæ og svona reyndu þetta á ýmsum stöðum. Einhver könnun sem við gerðum það sýndi mér bara, var enginn sem vildi tala innflytjendamál nema kjósendur Miðflokksins, bara ekki nokkur maður. Og mér finnst þetta að vera eitt af því sem merkilegt við þessar kosningar, bæði hvernig Ari sver þetta af sér og það að það hafi ekki verið möguleiki fyrir Miðflokkinn, það margir í Miðflokknum sem hefðu viljað þessar kosningar snerust að einhver leyti innflytjendamál. Að skólamálin væri raunverulega innflytjendamál, við kannist við þennan málflutninga. Þórður var nú útskýra fyrir ykkur áðan svona þetta afl sem við erum, svona hvernig svona stofnun held ég ágætis orði fyrir þetta, við erum með 200 einingar út all land, þannig að það eðlilega kannski verður svolítið meiri samhljómur í aldagömlum flokki að verða. Miðflokkurinn, eins og þeir eru báðir búin að vera að tala er að gera svolítið það sama og Samfylkingin var að reyna núna að bjóða fram víðsvegar á landi og reyna að stækka sig jafnt og þétt. Og Viðreisn líka. Og Viðreisn líka, bara svona kosningu frá kosningu og þetta er bara mjög eðlilegt í íslenskri pólitík. En sko miðflokksmenn, og það var mjög augljóst þegar hann fór allt í háaloft með, var ekki þegar Snorri og þau voru að sverja af sér einhverjum 4 sveitarfélögum það sem hann var að segja, að þarna eru kannski bara, einhverjir lúnir sjálfstæðismenn eða einhverjir hægri menn sem að vilja ekki lengur vera í sjálfstæðisflokknum, menn að þú veist, ég get aftur ekkert upplýst annir að leyndamáli, ég veit, 80% brottfall okkar fættum miðflokksins, ef ég man rétt, ég veit hvað þessi 60-70 til þess að segja nú allt rétt, sko, að en þetta kannski bara hægri fólk sem með af einhverjum ástæðum með leið á sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn eða einhverju. Hefur mögulega kannski ekki fengið þau tækifæri sem það svo stafst í sjálfstæðisflokknum? En punkturinn minn er að þetta er kannski bara hægri fólk sem að sér ekki samleið sína með sjálfstæðisflokknum og eins og Þórður bendir á, sér kannski oddvitasæti hillingum þarna en ekkert á þessari línu sem við erum að tala um. Það er bara hægri fólk sem vil bara komast til valda. Þetta er eiginlega jafnvægið sem ég að tala um. Hvernig ætlar að finna það þarna með? Það er mín upplifun að það séu bara töluvert magna bara fólk sem bara tækifæri sinnum og það er svo sem ekkert óeðlilegt og það er frekar algengt í pólitík að fólk sér eitthvað tækifæri að það getur hoppað á þau þótt að sé með einhverju nýjum bíl sko, það takir sér far með einhverju öðru faratæki en þau kannski verið að starfa með og hvernig þau finna jafnvægið þarna milli að reka þessa menningarstríðsbaráttu og svo einhvern veginn að halda þessu svona lúnu hægrimönnum eins og Tómas kallaði það á eða tækifærisinnunum sem að fara þarna yfir, það er rosalega erfiður balans. Það er það, því að þarna, maður sá það bara strax hvað þetta sat illa í mörgum af þessu fólki sem var að koma inn í þetta núna og var ofalega á listum hjá þeim sem er að koma úr svona kannski hefðbundnara hægri, íhaldsfólk bara í grunninn sem einhvern veginn svona, samsama sér einhverju leyti við íhalds svona hófsamari íhalds áherslur miðflokksins. Á móti kemur að Grimdalsgreitingar fólkið, það vill mikið. Það vill margar yfirlýsingar það vill að flokkurinn sé þarna og er svolítið kröfuharður kunnahópur. Já, bara að segja þessi gremjupólitík og svo vera síðan ægilegt fórnarlamb þegar þú kallaðar út fyrir gremjuna, sko, og bara hata vókið vegna þess að það eru allir svo ægilega mikið fórnarlömb en svo eru engin meiri fórnarlömb en akkurat þeir sem eru þarna, sko. Nú fyrst kveiktur í mestur snjókornin, sko. Bara alveg, sko, sífellt að væliði hvað allir séu vondið við á. En það er ekkert nýtt eins og Þórður að segja, sko, fólk hoppi til þess að fá sénsa, bara
fyrir utan Daða en alltaf bara, þú veist, ráðherra Viðreisn er allt sjálfstæðisfólk, sko. Ég meina, þú veist, eitthvað staðar þarf þetta fólk að koma. Ég meina, Viðreisn er yngri flokkur heldur í sjálfstæðisflokkurinn, ég meina, þetta bara segir sig sjálft. Það Obba segir sjálfstæðisflokk. Já, þetta allt sjálfar. Heyrðu, krakkar, við hleypum ykkur út í sunnudaginn. Takk. Það er svo gott loft hérna, ég var að vonast að geta tekið annan klukkutíma. Já, bara kannski að leggja sig, voru þið vakandi fram á? Ég tók nú þá skynsamlega ákvörðun þess að ég vissi ég að fara að koma hingað þetta. Ég fór heim eitthvað rétt yfir 2, að milli 2 og 3. Ég hlusta á fyrstu 2. En ég horfði aðeins, ég veit ekki um það, ég horfði aðeins lengur. Ég hef aldrei horft að stutt á kostingasvarp. Ég var eitthvað svona Ég bara hætti, hvernig var þetta búinn hringurinn niður í Ráðhúsinu? Það var svona rétt, kannski kortir í 2, það hætti ég. Já, eftir fyrstu tölur ekki? Kortir í 2, sekund. Það var alltaf leið. En það svo breyttist eiginlega sára lítið, svo vaknaði maður í morgun og það var eiginlega, það var engar veigamikla breytingar eiginlega. Komið breytingar í örutölunum Reykjavík. Það fækkaði sjálfstæðisflokknum í 8 og Framsókn fór í 2 og það var svona bara ok, eitthvað svona spenna, ég held ekki lengur miðflokkur í möguleiki í tveggja og svo bara fór þetta aftur í eitt í þessu kosningu sem er sérstakt, það stekkur upp kosningaþáttaka sem að vanalega þýðir það að vinstrið fær þá meira fylgi. En núna gerist það alveg öfugt. Þannig einhverju er þetta mæling á því hverju eru svona ákafir að mæta á kjörstað og kannski er þetta eitthvað sem að miðflokkurinn er að sópa, það fylgst þetta að vera mikilvæga kosningar, kannski er það þið. Allavega náði vinstrið ekki að vera með svona kvata, það er eitthvað vanta. Þetta er nú oft talað með í bandarískum stjórnmálum, þetta er stæðstaðatrið að fá fólk til að finna að vera mikilvægt að mæta á kjörstað. Að það virðist vera að hægrinu tókst það. Maður sá það alveg á tölunum, það voru mjög góð þjónusta með kjörsóknina, hvernig það er birt, það er hægt að sjá eftir kjörstöðum líka og maður sá það til að snemma kjörsóknin til dæmis í Grái, við þurfum ekki að fara yfir pólitíska landsliði í Grái, við vitum alveg hvernig það líka, að þar var gríðarleg aukning til dæmis í þeim sem eru að kjósa í Rimaskóla frá því sem var 22 og minni aukning á stöðum sem eru svona hefðbundin jafnaðarmannasvæði hérna svona í gömlu Reykjavík og svoleiðis. Þannig að þú veist, maður gæti alveg lesið í það að hérna að aukna kosningaþáttakan væri kannski að frekar að fara að birtast bara eftir því hvernig efri byggðirnar þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sterkari. Þar var kosningaþáttakan svona mínus breiðholt að aukast töluvert. Já, er það fólk sem að mæta að kjörsta þetta vill losna við ykkur. Það er hvatinn. Og náttúrulega kannski líka þá, ef ég skilir rétt og svona, þá jafnaði menn kannski frekar utan náttúrulega tvær vikur, sérstaklega 2 vikur og svona mánuði búið að vera auðvitað berja svolítið á meirihlutanum, öllum, bara þú veist þannig virkar kosningabaráttan, þannig að þú er kannski búin að sitja heima bara þú veist mjög dyggur samfélgamaður og svo bara líður ekki dagur þar sem að það er ekki frétt eða hérna pallborð eða eitthvað þar sem er bara gjörsamlega verið að segja hvað þú ert ómögulegur. Ég meina, þú veist, og er auðvitað lítið líðir, ég meina við sáum alveg bara fylgið okkar í síðustu alþingiskosningum, menn þú veist, svona bara held ég þetta virki sko, á meðan að fólk sem að vildi virkilega breytingar, eins og þú segir Smári, fór kannski á kjörstað og kaus til hægri. En kjörsóknin kom í samt alveg töluvert og óvart, en þess að maður fann það að bara viku fyrir kosningar, dögum fyrir kosningar, að þá var svo stór hópur sem maður var bara eiginlega ekkert meðvitaður að það væri kosningar eða hvað væri verið að kjósa. Ég var ánægður með það. Fólki sem var að horfa á Eurovision. Já, var bara ekki fólk var ekki búið að ákveða sig hvað ætla að kjósa viku fyrir kosningar, enn síður og við sjáum bara hérna í svona rannsóknunum að fólk er að ákveða sig nær og nær kjördegi. Þannig til að bara fleiri og fleiri ákveða sig bara inn í kjörklefanum sjálfum. En var það þannig að sko það var bara sjónamunur á því að Ísrael hefði ekki unnið Eurovision? Ég veit ekki, ég er ekki búin að Eurovision, ég veit ekkert hvernig Eurovision var. Ég sá í fréttum á miðvikudaginn að það væri Eurovision. Mér fannst það ánægjulegt að sjá út að ég var búin að skoða kannanir hvernig þetta var í aðdragandakosningunum 2022 og þar var í síðustu könnunum var Samfylkingin stærst og sjálfstæðisflokkurinn minni, 24-25% og datt niður 5% stig, hérna Samfylkingin á kjördag á meðan sjálfstæðisflokkurinn fór upp. Núna og í þingkosningunum síðast þá meira og minna náði Samfylkingin því sem hún var að mælast með síðast daginn. Þannig að svona getan til þess ef maður leyfir sér að sletta bara to get out the vote, hún er augljóslega held ég að aukast innan flokksins og það er auðvitað hluti af því líka
að byggja upp flokkin sem svona stofnun í stjórnmálulega stofnun í íslensku samfélagi, að hafa það vélarafl sem hinir eldri flokkarnir hafa, og framsókn er svona að verða vélavanna hægt og rólega, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft vegna þess að hann er með allar þessar stofnanir út um allt land sko. Þannig að það er eitthvað sem er að taka mjög ánægilegt út í því að svona vonandi er sá tími liðinn að það sé bara óskrifuð regla að með niðurstöðu síðustu kannar þá fá Sjálfstæðisflokkurinn alltaf meira, fær við venjulega aðeins meira og Samfylkingin alltaf 3, 4, 5% stigum minna. Já, ég verð að taka undir með, sko ég held að sé í fyrsta skipti núna og bara rós og gúta svo okkur fólk í Reykjavík að við náum meira fylgi heldur í síðasta Gallup-könnun segir til að því að við höfum yfirleitt verið í svona síðustu vikuna einhverju svona aðeins dottið niður og það gerðist ekki núna sem það er bara Herru, hér ljúgu þessu. Takk fyrir. Tómas Þór Snær og Svanborg Sigmarsdóttir, takk fyrir komuna. Takk. Takk fyrir. Og við tósarnir sitjum eftir. Kom aftur eftir augnablik. Gestir okkar eru farnir og við sitjum hérna eftir, ég og Sigurjón Magnús Egilsson. Við erum synir Egils. Herðu, ég veit ekki hvað er þetta að bæta við þetta, við fórum nú hérna rækilega yfir þetta, en við vorum náttúrulega með svona kannski meiri fókus á stóru flokkunum. Já. Og eins og ég sagði þarna áðan að þá er víðast land, þá virðist vera komið svona bara fjórflokkur að festa sig í sessi. Já. Og það er náttúrulega afrek Miðflokksins að í mörgum af, svona ef þú tekur kannski 20 stærstu sveitarfélögin og ef þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæðið og Akureyri, að þá er landslagið þannig að þú ert með sterkan Framsóknarflokk, sterkan Sjálfstæðisflokk, bara þokkalega sterkan Miðflokk og þokkalega sterka Samfylkingu. Þannig að það er svona kannski... Það er ekkert vinstri á landsbyggðinni. Já, Samfylkingin, hún er svona, þú veist, miðvinstri eða hvað við kalla hana. En hún er eiginlega í þessu hlutverki, þannig að þú ert vinstri maður í einhverjum af þessum stöðum, að þá er það kannski eini valkosturinn. VG er ennþá inni, held ég, í Norðurþingi, Akureyri og Múlaþingi, ef ég man rétt. Það er svona samfylkingar, vinstri, eitthvað í Borgarfirði sem að Jóhanna Pálovits sem hefur nú komið hingað, hún fekk mjög fína kosningu, það var oddviti. En þetta er eiginlega fjórflokkurinn út á landi. Þegar þú kemur inn í borginnar, eins og Akureyri sem vil vera á Borg og Reykjavík, að þá bætist svona viðreisn við. VG kannski horfið á það að ná endurnýjun hérna með vinstrinu og ef maður skoðar það því að vinstri bauð fram í Reykjavík og náði 2 inn og sem að ég held að sé bara hefur verið spurt einhvern í nóvember að þá hefur talið það að vera bara viðunandi árangur. Það er svolítið svona þegar þú mælist inni með 3. mannin að þá upplifir þetta sem tap, ég er ekkit vissum að ég horfa á það þannig. En þau reyndu í Hafnarfirði náðu ekki. Þar náðu eins og það sama fylgi og VG hafði í 2022 sem er áður en að VG hrynur. En í Kópavogi þá fór VG sjálft fram
og tapaði helmingnum af fylgi sínu sem var kannski ekkert mikið. Þeir voru með 5,3% og fá 2,8%. Sósíalistaflokkurinn fær 1,7% í Kópavogi, en 4% í Reykjavík, sem bendi til þess að Silja Sóley hafi nú skilað ansi góðu fylgi. Hún stóð sér mjög vel í þessari baráttu. Mundur ekki eigna henni þetta meira og minna? Jú. Já. En fyrir flokkin... Alveg svo sönnu áður. Já, það var náttúrulega... það var búin að vera svona mælingar áður í aðdraganda þess. Já, ég veit það. Það var svona fylgið á þessari leiðan og meðan að fylgið sósíalistana hefur verið á þessari leið. Ég er ekki bara, hún kemur núna. Ég myndi segja að Silja Sóley ætti þetta bara skuldlaust. Já, held ég. Það kannski, ég veit ekki hvernig hún var bökkuð upp sínu félögum en hún stóð sig ótrúlega vel í alveg eins og var ég að meina alveg svo þegar Sanna kom fyrst, þá stóð hún sig ótrúlega vel. Sósíalistaflokkurinn reyndi að bjóða fram 2018 í Kópavogi, fekk þar held ég 3,2 eða 3,5, þannig 1,7% núna. Þannig að og svo það áhugavert sem ég var að reyna að benda á áðan að ef þú raðar saman vinstrinu, sósíalistum og tekur kannski píratana með að þá ertu komið með mun meira fylgi heldur en miðflokkurinn. Þannig að sem svona stjórnmálaafl eða þessi hópur og maður myndi gera ráð fyrir því að einhver vildi segja þetta er svo tvístrað og eitthvað svona þannig að þá leita atkvæðin annað. Þannig ef það tækist að búa til eitt afl allavega á sveitarstjórnarstiginu þá held ég að þessir flokkar eða það fyrirbrigði gæti vænst þess að fá 20% fylgi í Reykjavík. Svona svipað og kannski alþýðubandalagið í gamla daga og þar fram til götunum. En ég er nú bara að fara yfir þetta því að við fórum eiginlega ekkert yfir þetta að við vorum mest með fókusin á stóru flokkunum. Annað sem að þessar kosningar eru endalok Pírata, held ég. Endalok Pírata. Já. Þeir dött út af þingi fyrir 1,5 ári. Þeir voru með 3 borgarfulltrúa og fá raunverulega þeir eru mjög langt í að ná inn. Það var náttúrulega búið þar áður en að koma kosningunum, Þau voru farið, Dóra Björt í Samfylkinguna og ekkert hlutverk þar. Það voru með 2, þeir fengu síðast 3 fulltrúa, það oft sem eitthvað gengur úr flokki, það sem ekki ráð fyrir að taki fylgið og þú sást það kannski í prófkjöri Samfylkingarinnar, það var ekki að sjá að Dóra Björt kæmi með eitthvað fylgi með sér. Nei, ég er að segja að samt, hún var svona leiðtoginn þeirra í borgarstjórn. Ja, hún var náttúrulega fór í frí, barningafrí og Alexander Brím var fórstu. En þau skiptu þeim, vildu ekki, kannski sá Dóra Björt sæng sína útbreyta, hún vildi ekki ná að vinna prófkjör Pírata og fór þess vegna. En þau mældust inni á kjörtímabilinu. Það er ekki þannig að þetta er ekki svipað og var með VFG í þingkosningunum þar sem við höfum verið utan þings raunverulega í 9 mánuði fyrir kosningar. Það á ekki við Píratana. Þeir voru að mælast inni til dæmis í desember og eitthvað fleira. En fá núna bara 1,9% sem er rosalegt tap. Þannig að líklega er þetta endalok þessar hreyfingar. Já, ég held það. Þetta hefur gerst nokkuð hratt í borgarstjórninni. Voru með, hvað fyrir 1,5 ára síðan, voru starfandi þar 3 borgarstjórnar. Þannig að það verður einhver umræða svona vinstra megin í pólitíkinni. Framsóknarflokkurinn, við ræddum hann heldur ekki mikið. Hann fær viðurandi niðurstöðu víða. Er ekki Hafnarfirði og bætir við sig í Mosó held ég. Hann tapaði miklu í Skagafirði. Já. Það er svolítið sérstakt. Já, þar kemur miðflokkurinn sterkur inn. Þegar ég er fyrir norðan, bara öllu Norðurlandi,
þá heyri ég mikið í sko gömlum framsóknarmönnum sem finnst að framsóknarflokkur bara sinnir sér ekki og eru svona lindar í miðflokknum sem bara duglegri við að eiga samskipti við fólk. Þannig að þar held ég að miðflokk, uppbygging miðflokksins skaði kannski framsóknarflokkinn meira en það gerist kannski hérna fyrir sunnan. Ég er ekki viss að þeir sem eru að elta miðflokkinn séu mikið að koma úr Framsókn. Ég er ekki alveg viss það. Framsókn hefur svona almennt verið lök í Reykjavík. Já, þeir fá til þess frábæra kosningu í Hafnarfirði. Voru með 13,7%, það fá núna 24,7%. Þannig það er víða sem að Framsóknarflokkur getur bent á svona raunverulega sigur sem að kannski samfélkingin á í erfiðleikum með sem bara ná fótfestu og svona ef þú skoðar til þess það sem er kljúa sig út úr listunum að þá þeir ekki að taka kannski allt fylgiðis lista ekki frekar að þeir náðu að gera það í Reykjavíkurlistan þannig að þetta ég vildi nú bara aðeins nefna þessa flokka. Já. Nú að fara bara að sjá, það þarf ekki að mynda meirihluta alls staðar, það eru hreini meirihlutar til þessi Kópavogi. Já, en það ekki rétt munað hjá mér að einhvern tímann gerðist þetta áður og þá kaus Sjálfstæðisflokkurinn sem að var gott að búa í Kópavogi, sá miklu höfðingi. Hann valdi að vera með eitt framsóknarmann áfram. Já. Og hugmyndin hefur þá líklega verið svo að í næstu kosningum það er kannski ólíklegt og náir þessu aftur. Þannig að í staðin fyrir að vera alltaf að skipta meirihluta, þá látum við bara fljóta með, látum við vera kannski formann bæjarstjórnar eða eitthvað. Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn voru lengi saman í bæjarstjórn í Mosó. Já. Svo gerist það inn í kosningum að Sjálfstæðisflokkurinn fær hreina meirihluta og hinn er áfram með sín eina. En hann var með í meirihlutanum og með þess að forseti bæjarstjórnar. En það er náttúrulega umræður nýja meirihluta í Reykjavík hljóta að verða mjög spennandi. Já. Að Ég held ekki reyndar, ég held þetta bara verði Viðreisn og Framsókn. Já, heldur að það verði of erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera með miðflokkinn. Já. Vanalega það þannig að þú velur eiginlega fæstu flokkana. Þannig ef þú hefur möguleika á 2 flokka stjórn, þá velur það. Já, ég veit það, en ég einhvern veginn held ítt samt, sko. Já. Það er einfalt reyndar, sko. Einar Þorsteinsson náttúrulega hlýtur að segja bara já strax. Já, ég held að hann sem var líf og dauða fyrir hann. Já. Það er ekki gott fyrir hann að vera eini hægri maðurinn ég veit ekki, eini hægri maðurinn í minnihluta. Nei, hann því náttúrulega með Viðreisn líka, já. Já, nei, það farið svo Viðreisn. Viðreisn held ég að muni leggja mikið á sig við að komast inn. Já. Í upphafi kosningabaráttunum held ég að Viðreisn hafi séð fyrir sér að niðurstaðan gæti jafnvel orðið svo að Viðreisn réði hvort þeir eru hægri og vinstri og þar að leiðandi myndu þau kannski geta gert kröfu borgarstjórum. Viðreisn er ekki þeirri stöð í dag. Nei. Þannig að Hildur verður mjög líklega borgarstjóri. Hildur er búin að segja það að hún gerir kröfu til þess. Já. Sem er eðlilegt. Og líklega mun hún á þessu að því að það er náttúrulega óskastaða fyrir þann sem að þarf að semja svona að hafa 2 kosti. Þá ertu með svo sterka stöðu við kott sem þú semur. Þannig að en kannski eins og var komið Ari var að sverja af sér kannski Snorra og svona þessa menningarstríðsmiðflokk. Kannski ég þekki það ekki. Lárus Blöndal og þetta fólk. Sem að þarna kannski það ef þetta var í nánar skoðað, ég meina Ari var náttúrulega í Sjálfstæðisflokknum þannig að kannski finnst þeim að bara eðlilegt að eiga samskipti við þá. Er þetta Lárus Sigurðsson sonur Sigurðar Dagssonar markmanns fyrir því? Ég ekki svo ættfróður að ég geti svarað þessu. Og bróðir Dags þjálfara? Ég ekki nógu. Ég held að þetta líka það er þannig ef að Sjálfstæðisflokkurinn lítur á miðflokkinn sem svona samkynnisaðila þá hefur það sýnt að svona þessir flokkar sem eru með svona áskorenda flokkar eins og Eiríkur Bergmann kallar á og sem eru með svona einhverja stefnu í innflytjendamálum og svona að þeir koðna niður ef þeir fara í stjórnarsamstarf
Ástæðan er náttúrulega svo að þú lagar ekkert skólakerfi með því að vera vondu við innflytjendur. Það er bara, vandinn fer ekkert við það. Og þá er náttúrulega, myndi það gerast í miðflokknum að ef að Ari myndi fara inn í meiri hluta, að þá verður kannski Snorra armurinn alveg óþólandi að því að hann er alltaf að gera eitthvað gegn þeim og þá er það vaninn sá að það verður til enn róttakari flokkur á hægri vagnum. Þetta er staðan í Danmörku, Frakklandi, Hollandi og víðar. Þannig að kannski horfir sjálfstæðisflokkurinn á það að það sé gott að taka miðflokkinn inn, en það muni reynast svona svo erfitt, en ég veit ekki hvað það menn hugsa svona. En þetta verða samt svona fyrir okkur sem höfum gaman að svona fréttum. Þetta er mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi. Já, mjög, víða. Í Reykjavík. Herðu, þá segjum við að þetta séu bara lokin hjá okkur í dag. Við þakkum gestunum okkar sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegu spjalli og Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minnum okkur á að samstöðin er tilraunaverkefni. Það ræðst eiginlega af þátttöku almennings hvort okkur takist að halda þessu úti. Þeir sem eru að bjóða okkur þetta efni eru fyrst og fremst áskrifendur. Það er fólk sem eins og þið sem eru að horfa og hlusta og vita að það finnst að samstöðin sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og hefur kosið að gerast áskrifundur til þess að styðja okkur í því að halda þessu áfram. Grunn áskriftin er 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þú getur skráðið með því að fara inn á samstöðin.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Hvet ykkur sérstaklega þau sem hafa kannski í hjarta sínu löngu ákveðið sig að styðja samstöðina að drífa sig í því og kýla á það. En þetta er nóg í bili, njótið þessum eftir að helginni og við sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8.